velkomin að Rauða borðinu. Aftast í þættinum þegar öll börn eru farin að sofa, þá mun ég ræða við Láru Magnúsdóttur sagnfræðing böðl á Íslandi og því fylgir frásögur aftökur og alls konar hrylling. Þannig að þegar börnin eru sofnuð þá munum við taka upp slíkt tal. En áður því kemur þá mun María Pétursdóttir tala við Guðröð Atla Jónsson svona sjúkrasögu hans. Við ætlum að vera með það á næstunni á Rauða borðinu, tala við fólk sem hefur veikst og heyra af svona persónulega reynslu þeirra af heilbrigðiskerfinu og kannski í samfélaginu og þessum breytingu sem verða hjá fólki við það að veikjast. Smátt og smátt á trúum við því að það byggjast upp einhver svona sýn á heilbrigðiskerfið okkar og samfélagið. Síðan ætlum við að fara svolítið út í heim. Við ætlum að tala við Guðmund Auðunsson sem í London samninga sem verkalýðsfélög hafa náð þar. Hafnarverkamenn í Liverpool, sorphreinsunarfólk, ræstingafólk, fólk sem starfar í hótel og geiranum sem hafa náð samningum upp á 18,5%, 19,5%, 24%, 44% launahækkun í þessari 10% verðbólgu sem þar en þetta eru miklu hærri launahækkanir en við þekkjum hér og ég ætla að spjalla við Guðmund hvað þessu veldur og líka svolítið stjórnmálaástandið í Bretlandi sem sérkennilegt. Þar ríkisstjórn íhaldsflokksins sem eiginlega svona lifandi dauð. Íhaldsflokkurinn búinn að missa allt traust hjá þjóðinni en það langt til kosninga, það skylda að hafa kosningarnar. Þannig að það svona undarlegt ástand í stjórnmálunum þar. Áður en að því kemur að ég ræði við Guðmund þá ætla ég að slá að þráðum til Einars Má Jónssonar sem prófessor í Sorbonne eða prófessor emeritus og ég ætla að tala við hann mótmælin sem voru í dag og verkvöllin. Það voru verkvöll út allt Frakkland, landið í lamasessi og stór mótmáli eiginlega í öllum borgum, öllum stærri borgum. Ástæðan mótmæli almennings og verkalýðshreyfingarinnar við lækkun eftirlaunaldurs úr 62 árum upp í 64 ár. Frakkar eru vanir að mótmæla þessu, það alltaf verið að reyna að þröngva þessu upp á þjóðina. Hægri menn telja þetta verið eitt af mikilvægt sem hægt að gera í Frakklandi, en það eru 70% af þjóðina á móti þessu, en samt ef að mótmælendur ná ekki að grafa undan meiri hluta sem að Macron telur sig hafa á þinginu, þá verður þetta líklega samþykkt. Við þekkjum þetta hérna heima að það oft sem að stjórnvöld ná í gegn málum sem að stór hluti almennings á móti. Trausti Breiðfjörð Magnússon, borgarfulltrúi, hann var að klára borgarstjórnarfund, ætlar að renna hérna við á Rauða borðinu og segja Maríu frá hvað gerðist þar eftir augnablik. Við ætlum að byrja á fréttudagsins og María, hvað svona fréttadagur var þetta? Heyrði, þetta, mér langaði aðeins að byrja að tala að Bjarni Benediktsson að taka undir með seðlabankastjóra og fleirum að vilja þjóðarsátt þar sem að þeir minnast yfirleitt á verkalýðshreyfinguna í setningunni í leiðinni. Þannig að þetta svona mantra. Jákvætt og gott? Já, ég veit ekki, nú eru sumir sem að tala gamla þjóðarsátt sem einhvern hrylling. Þannig að það spurning eftir hver segir söguna. Það náttúrulega þjóðarsátti snerist það að launafólk át verðbólguna með kjaraskerðingum. Það fylgdi henni langt kannski ekki kreppa en svona deyfðar tímabil. Akkúrat. Fyrstu ár Davíðs Oddssonar, það var svona kreppa í landinu sem það var. Ég er alltaf að bíða til því að einhver hagfræðingur komið fram og bendi á það að ástæða hennar hafi verið að það var kaupmáttur almennings var mikið skertur. En þjóðarsáttin mærð af mörgum. Hún mærð af mörgum en hún líka hið gagnstæða af sumum öðrum sko. Að minna. Þótti ekki. Það við sem erum að andmælinni erum bara rétt að fólk rétt byrja að heyra hvað erum að segja svona undanferðið.
En þetta verður litið á þetta sem eitthvað svona að þarna hafi verkalýsreifingin verið svona síðuð. Já, svolítið svona svæfð, einmitt. Ja, svæfð. Já, einmitt. En það eru margir aðrir sem að tala þjóðarsátt heldur þessi tveir. Já. Þá heitir það að fá alla borðinu, það er þjóðarsátt. Já, það er líka það er að horfa á þetta ýmsum átta. Já. Einmitt. Og það menn hafa talað að þeir eru stór átök í húsnæðismálum, þjóðarsáttu það. Og þjóðarsátt að efla heilbrigðiskerfið og endur þess að velferðarkerfið. Akkurat, þannig að það er svo sem talað það út frá ýmsum nótum. En eins og þessir menn er að tala þjóðarsátt, þá er það að tala gegn verðbólgu, ég hef grunað græsku, þeir eru að tala verðbólguvána og allt það, og það þurfa að berjast gegn henni með öllum leiðum og þar minnast þeir alltaf strax á verkefnishreyfinguna í fyrsta setningu. Hóvarar kröfur, já. Þau voru að kyngja éta verðbólguna. Já. Það kemur alltaf reglulega til okkar Ásgeir Brynjar, hann er alltaf að tala um að þetta þarf að vera samkomulag 3 aðila hvernig að ráða niðurlögum verðbólgunar. Launafólk er einn aðilinn, ríkið er annar aðili og fyrirtækin er 3. aðilinn. Þannig að þetta eru skatt það er hægt að ráða niðurlögum verðbólguna með skattahækkunum með minni álagningu. Þannig oft komið fram hérna við rauðaborðið að hluta verðbólgunni sem að þessir félagi þínir, Bjarni og Ásgeir nefna aldrei, sem er hagnaðadrifin verðbólga sem er keyrð áfram bara af hagnaðar við veitum ekki þörf, hagnaðar sókn fyrirtækja. Já, svona græðgisvæðingu. Já, einmitt. Vilhjálmur Hilmarsson, hagfræðingur BHM, sýnt ágætlega fram á þetta. Þetta var líka verið bent á þetta á samkeppniseftirlitinu, núna fyrir í desembersýslinn, hvernig álagning í dagvöruverslun, olíu verslun og byggingavörum hefur hækkað. Einmitt. Já. Þjóðarsáttu það, minni álagning. Já. En svo er líka bara þetta verður málið sko, það verður allir tala þjóðarsátt með einum hætti, það bara veit ekki hvað það er. Nei, svo það maður bara skoða hvað er verið að tala, þjóðarsátt í hverju. Við viljum eitthvað fallegt, geta allir sagt, en það er ekki allir sammála hvað er fallegt. Nei, einmitt. Nákvæmlega. En þetta er allavega, komið eitt í morgun. Þá skrifaði, ég man ekki Árni heitir hann eða ekki, sem er framkvæmdastjóri Gildis lífeyrissjóðs. Hann skrifaði inn á Innherja sem er lokaður viðskiptavefur, en ég held nú að greinin hans hafi opinn, það að forstjóragrækina. Hann var að skrifa kannski það að það er alltaf verið að þröngva í gegnum stjórnir fyrirtækja, kaupréttar samningum, sem hefur verið að bæta enn í kjör forstjórana og hann var svona sérstaklega bend á það að þegar þetta er gert að þá er aldrei lækku launin á móti sko. Þú ert kannski með 5 milljónir á mánuði eða 7 milljónir, svo ferðu kauprétt og þá verður kannski eðlilegt að ef áhættu tengja einhvern launin þín að þá verður eðlilega að þú verður á lægri hlut svona upphafi. Einmitt. Hann var að benda á það og hann var að benda á það gildir alltaf á móti þessu. Í einu tilfelli er þetta satt gildi hjá við atkvæðagreiðslu eða fulltrúi gildis í stjórn. En þau eru í algjöru minnihluta. Já. Heimildin var að fjalla þessi ofurlaun. Já. Talandi ofurlaunin, sko. Taka dæmi af einhverjum 15 forstjórum inn í Kauphöllinni sem eru með 7,1 milljón króna á mánuði cirka bát. Ég sá því eitthvað að fréttu dagsins að þá var Bjarni, hann talaði að, ég veit ekki hvernig stjórnmálamenn orðið þetta alltaf, ég þungar áhyggjur af þessum ofurlaunum. Já, Bjarni mér sem... Já, menn verða að gæta hófs og tala svona oft föðurlega. Landföðurlega, einmitt. Ég alltaf í vonum það að kapitalistarnir síni að þeir hafi hjarta. Já. Og svo kemur alltaf í ljós að þeir hafi ekki hjarta. Nei. Ég menn aldrei eftir því að stjórnmálamenn hafi talað eitthvað svona niður. Nei. Davíð Oddsson, einu sinni þegar kom í ljós hvað bankastjórar Kaupþings voru með svívirðileg laun. Já. Þá fór hann niður í banka og tók út hann átti ykkur 1,5 milljón minni mig inni á bók í Kaupjabanka, tók út. Já, til þess að svona bara sína að hann gæti haft áhrif á
fólk eða hvað heldur ég held hann hafi bara verið að sína hann hefði ógeð þessu, kannski var hann að vonast þess að gera rönn á bankan, þannig allir færi og tækja út. Nei, það sem ég er að segja, þetta er pínlítið svona svolítið eins og að segja þeim, sko, ég get alveg sýnt fordæmi fyrir fólki ef að það fyrir eftir í, hvort hann taldi sig vera að væri með sko úr valdastöðu sinni, að þá var, en kannski var hann bara að hægri menn trú oft í að geta stjórna heiminum með budunni og það er þannig að ef að sko einhver banki bara gengur fram að þér með yfir gengilegri græðki bankastjórna að það er ekki sem að þú þarft ekki þeirri viðskiptu en þú mátt bara taka út pening. Þú getur gert það. Það er bara fáránlegt að vera að geyma pening hjá einhverju fyrirtæki sem að þér finnst vera ógeðslegt. En ég nefndi þetta bara sem dæmi að því að þeir eru alltaf að tala, Bjarni og Katrín náttúrulega alltaf að tala og þungar áhyggjur henni þessu. En Davíð, hann gerði þó eitthvað. Einmitt. Ég veit ekki hvort þetta sé til eftir. Bjarni talar það núna, stiðið þjóðarsátt gegn verðbólgu, stendur í fyrstu frétt á RÚV núna. En vill taka ofurlaunum forstjóra. Hann segist alltaf að gera það, eða vilja gera það, en hann segir ekkert hvernig eða held ég. Það er ein sniðug leið sem að ég skil ekki af hverju fær ekki umfjöllun. Ég sá hana fyrst hjá Ragnari Önundarsinni og ég hef síðan endurtekið hana mjög oft. Hún er svo að sko tekjuskattur fyrirtækja, hann er lagður á tekjufyrirtækjana að frádregnum öllum kostnaði. Þar með launakostnaði. Og það sem að Ragnar lagði til, hann lagði til að laun upp að þreföldum lægstu launum væru frádráttarbær. Þannig ef það væri þá í dag svona, segjum bara 1,5 milljón. En ef þú ætlar að borga okkur 7 milljónir, þá er það ekki kostnaður í fyrirtækinu. Þá er það bara hlutafinir sem er bara að gefa manninu pening. Þá getur verið að blanda ríkin í það. Þú veist, það er 20% tekjuskattur á fyrirtæki. Þannig að 7 milljónirnar, það er komað til frádráttar og skatti. Þannig að 1,4 milljónir verða til, þannig að ríkið er að borga 1,4 milljónir af þessum 7. Þannig að Ragnar lagði til að þetta er hægt. Þannig að þegar það væri verið ákveð í stjórnarherbyggjónum að borga okkur svona svívirðileg laun, að þá var allavega, þá myndi skattur segja sér svo, þetta er ekki kostnaður, þetta er bara eitthvað svona fáranleg gjafmildi af ykkar halvu, ég bara tekið ekki marka á þetta sem kostnað. Kannski Bjarni kom með eitthvað svona. Kannski, hver veit. Ég held ekki. En með þetta, ég endur tekið þetta mjög oft sem að ég sá þetta hjá Ragnari. En ég fæ eiginlega enga til þess að taka undir mér. Því að mér finnst þetta algjör svo kallað no-brainer að gera þetta. Einmitt. Ég bara skil ekki að þessi löngu búið að þessu. Já, einmitt. Það er sko hægt að gera ýmislegt, Gunnar Smári. Það er hægt? Já. Sem er ekki gert. Nei. Herðu, næsta frétt, liðskipti hafa verið engavædd með útboði. Sjúkratryggingar opnuðu tilboði 700 liðskiptaaðgerðir. Í morgun og hvað lægsta tilboð var frá Kosan sem er í eigu einhvers Fidel Helga Sanchez læknis. Hann á það bara 100%, hann á 90%, hann á einhver annar 10%. Og síðan var það læknastofa í Svíþjóð sem að bauð á móti sem var næstlægstir. Ég aðtóð að það var einhver íslensku læknir sem inni þar, það var ekki. Það voru bara virtist vera svona læknastofa sem að 4, ég myndi halda það, svona 4 Svíar ættu sem væri læknar. Þeir eru myndir af þeim öllum í bláum skurðstofubúningum. Mikið að gera þeim, að ná ekki að klæða þessu upp fyrir myndatökuna. Heldur að þeir hafi ekki planað að vera þarna svona klæddir. Síðan kom klínikin og það er svo flókið eignar alltaf henni. Klínikin er náttúrulega, það er einhverju svona, hvað heitir það, lítalæknar eða fegrunlæknar. Lítalæknar. Sem eiga þarna hlut og auðvitað einhverju læknar og mér sýntist á svona nafnin á einu fyrirtækinu að hlýtaði að vera svæfingalæknir. Hvort ég heit Blundur eða eitthvað. Það er eitthvað svo leið. En síðan er fyrirtæki sem hann ekkert sérlega stór hlutur. Ég held að það hafi verið rétt tæp 12% sem að fyrirtæki sem heitir EKL og það er í eigu fyrirtæki sem heitir Eva Consortium og það er á Ásdís Halla Bragadóttir 39% og Guðbjörg M. Mattíasdóttir útgerðarkona í Vestmanni sem á tæpa hvað það segja 28% af 12%. Það er
Þannig að það klíningin eiginlega svona að þessu fyrirtækjum sem svona, myndum að segja væri svona fjárfestar. Já. Hinn, ég man ekki hvað hitt, stóðkerfi. Það líka svona verið svona samlag margra lækna. Já, einmitt. 20 læknar sem að eiga það saman. Já, það er klíningin sem svona típiskasta að þessu, en þeir voru með 3. lægsta tilboðið. Já. Ættuþarlandi, en svo getur vel verið að Sjúkratryggingar gerir samningu við alla. Það getur vel verið að dreifið þessu eitthvað, sko. Já, það er náttúrulega alveg sens. Þetta var þetta ekki svona 800 milljónir? Jú. En þetta ég misti að þessu þegar útboðið var. Já. Og það mun hafa verið sendt út bara miðjan febrúar, gerna 2 vikur til að senda inn tilboð. Ég man ekki eftir að það er ekkert fjallað um þetta. 2 vikur til að gera tilboð og þetta kom út úr í. Já. Núna eru liðskiptaðagerðir gerðar á Landspítalanum og á Akureyri og Akranesi. Og upp á Akranesi. Ég fór þangað, mæli með því. Einmitt. Mjög huggulegt svona lítið sjúkrahús, vel hugsað mann. Einmitt. Og ég held að það er eldri læknir og yngri læknir sem að sjá þetta saman. Upp á Akranesi. Það er svo að við að kenna svona einhverja iðn. Þannig að gott að hafa einn sem hefur séð margt og svo er annar yngri sem er handstyrkari og sterkari. En þessir sem að hafa síðan liðskipti á Íslandi, þau fengu ekki að bjóða í þetta, sko. Því að Landspítalinn getur ekki bóðið í svona. Nei. Því að Landspítalinn er á allt öðrum. Þannig að það er svolítið skrítið að það sem að liðaskiptin eru gerð, þau hafa ekki fengið að taka þátt í þessu. Ég held að það væri vel hægt að stækka þetta til dæmis á Akranesi. Já, það er nú bara svo undarlegt að þetta hafi ekki verið sko stækkað bara heima fyrir löngu síðan og það þurfti ekki að engafa þetta. Já, ég beið í 2 ár. Já. Og ég þetta er bara ótrúlegt í rauninni að þetta sé ég var svona verkjaður þannig að svona síðustu 7 mánuðina þá var ég vaknaði svona kortirsvesti. Já, einmitt. Og þess vegna er ég svona ef ég hörna svona mikið og er illa farin. Já. Þetta er fáránlegt að vera að láta fólk sem allir vita að eina sem þetta gera er bara að skipta með þér. Já. Láta það fólk vera að bíða mánuðum árum saman, sko. Einmitt. Já. Já. En svo var náttúrulega klíningin var með svona og einhvers stað, ég held að þessi klíningin og þá gastu þess að keypti fram á rauðinni þannig að það var 2-falt heilbrigðiskerfi á Íslandi að sumuleyti og margir nýttu sér það, sumir spurðu við mig hvað, ég keypti ekki bara með ég held ég að vera ríkur en ég er löngu hættur að vera ríkur en ég átti ekki fyrir mjög og líka maður á ekki að kaupa sér fram úr það. Nei, maður á bara þjást eins og hinnur. Já. Herðu, ertu með meira? Herðu, já. Við erum konið svolítið í sjúkrasögu, þú ert með sjúkrasögu eftir. Ég er að taka þig í svona sjúkrasögu. Mér fannst best að ég vaknaði við eina setningu eftir hann Guterres í morgun. Já. Hann sagðist telja svona miðað við stöðuna sem verður núna í jafnréttismálum, að þá verður kannski svona 300 ár þangað til að við næðum fullu jafnrétti. Já, einmitt. Hvað verður þú gömul eftir 300 ár? Ég verð 350 ára. Já. Hvað á hverju byggðum það? Nei, ég held að sé bara, það er svona mikið ójafnvægi og það er skánað svona mikið. Já. Þetta er bara línuleg jafna. Þetta er bara línuleg jafna. Ef allt fer sem horfir, þá mun þetta verða. Já, einmitt. Sem gengur náttúrulega aldrei eftir, en er svona aðferð til þess að skynja sko, stöðuna í dag og staðan í dag er þessi að ef við herðum okkur ekki að það myndi taka 300 ár. Já, það er þannig. Herðu, næsta frétt er Elon Musk og hann Harald Þorleifsson. Já. En þeir hafa verið að rífast núna eftir að Haraldur var rekinn frá Twitter og í rauninni rekin án uppsagnarbréfs. Það var sendið þetta á Twitter, eða? Já, ég samt þeirra eiginlega aldrei ángað inn, sko. Mér finnst Twitter mjög erfiður vettvangur. Já, við þetta svo sem allir, þetta er búið að vera út alla þetta er búið í öllum fréttum, sko. En hann heitir Halli á Twitter. Já. Hann náði að særa fram Elon Musk sem að hlóa á honum. Hlóa því hann væri fallaður og veikur. Já. Hlóað honum að hann hefði ekki gert neitt gagn. Hann hefði ekki gert neitt gagn. Hann sýndi sitt rétt andlit, myndi ég segja. Þetta er frekar anstíkilegur yfirmaður þessi Elon Musk. Hann er náttúrulega bara anstíkilegur punktur. Ég þekki hann ekki. Nei. Þannig að þessu
svo setja bara svona hlátur kalla. Já, einmitt. Já. Já, en þetta Og líta þetta er margir á alveg sem bara rosalegt. merkilegasta mann í heimi. Já, einmitt. Þetta er maður sem bjarg okkur, koma með einhverja tækninýjungar. Já, því hans er svo Og- klár og sniður. Já, svo klásnaður. Já, Og við eigum að láta menn eins og Elon Musk ráða sem mestu. já, einmitt. Og allar hömlur sem við sittum á menn eins og Elon Musk. Það er alveg búið að rífast svolítið Elon Musk, sko, bara í fjölskyldubóðum heima hjá mér, sko, Já, eða í minni stóru fjölskyldu. Það eru sumir sem alveg dyrkan og aðrir sem að hata hann. Heima við mér þá tölum við aldrei illa fjárstætt fólk. Nei, ekki heldur svona einhverja fræga ríka kalla í útlandum. Það er bara stríða. Nei, ég kann ekki að tala um Elon Musk. Nei. Með svona þeir sem að þeir sem að er eitthvað, ég veit ekki. Þeir sem eru svona með honum svona. Já, Það eru, ef maður fær að tala við svoleiðis fólk sem að væri mjög ánægt með Elon Musk, þá myndir ábyggilega að fara að tala um Jordan Peterson og já, það er þannig það með ekki? suma Það var- í minni fjölskyldu. Það er svona bara Það er svona- sleppið að tala um Elon Musk Ég svo veit ég að sogist svo ekki að þurfur þeim. ekki að fara inn í þessa erfiðu umræðu. Já. Já, einmitt. Herðu, já, sjálfstæðismenn vilja festa 55, Fresta, já. fyrirgeð fresta 5,5 miljardar arðgreiðslum Sko þetta, Orkuveitan, og orkuveitunni, já. já, það er náttúrulega borgarsjóður stendur illa Já, og veitir ekki að fá arð út úr Orkuveitunni og vilja að fá það. En það sem að þeir segja sem eru þannig sjálfstæðismenninir, að þeir segja að nú er bara vextrahækka, Orkuveitan er mjög skuldug já, og það sem bara óráðlegt núna, þó að hafi kannski verið litið vel út hann kannski mitt síðasta ár að Orkuveitan ætti að geta greitt út svona mikið arð, að þá sé bara óvissa framöndan og kannski eðlilega bara að býða með það. já, Þau eru náttúrulega einhver lit að stríða sko, að því að borgarsjóður stendur svo illa já, og meiri hlutin vill fá þessa peninga til þess að það líti ekki allt og illa út hjá þeim. Þeir eru að skera niður, einmitt. hentu borgarskjalasafninu og Já, já, það var reynt að loka vín og reynt að það er búið að vera að reyna bara að skera niður samt alveg fáralega svona litla stólpa, sko. byrja að halda því fram að sé allt og margi sem að vinna á leikskólanum, mást ekki því? Jú, Það var að tala um að það væri ekki hægt að vera á leikskólapláss og þegar vantaði starfsfólk. já, já, Svo allt í einu snýruðu við og svo að þú veist það væri lóðmargi sem vinna á leikskólanum. einmitt. Þannig eitthvað litið en ég myndi nú þú veist, ef að verðbólgan er á svona uppleið, eða er ekkert að fara, Já, að þá munu þeir sem eru skuldugir lendi í vandræðum já, og Orkuveitan er einn af þeim. já, einmitt. Öfugt til dæmis, kannski ekki öfugt við það, en þess Landsvirkjun, Landsvirkjun ánáttúrulega alveg hrikalega mikið pening. já, þar eru þeir sko tengdir sko, þar hækkar verðið af því að út af innrásin í Írak, þá hækkar álverðið og þar nákvæmlega. lendi verðið til þeirra, Já, já, en það er ekkert svoleiðis á Orkuveitinu sko. nei, einmitt, Þannig þeir eru bara að fá slæmu tíðindin út úr þessum einmitt. og ég held að þessi sniður að gefa peningana þinni, ekki viljum við allt inn að heyra það mitt næsta ár eins og var eftir hrun, að skuldast að Orkuveitina sé svo hörmulega að við erum bara að hækka hittaveiturreikningin. Nei, nei, Það er alltaf, mannstu besti flokkurinn var að stæra sig að það bjarga Orkuveitunni. já, Hvernig heldur hafa gert það? Með að hækka hittaveiturreikningin. reikningin, Já. einmitt. Við borguðum bara fyrir það. Já, Það var ekkert afrekju á bestaflónum. nei, Og síðan hefur ekkert lækkað. nei, einmitt. Ég vil hafa ódýrt rafmagn og hitta í Já, Reykjavík. mér finnst það líka. Já. Ég er algjörlega sammálaður. Við höfum að njóta þess að hafa Þeirra gæða sem að við búum Já. að hérna á landinu. já, og Það líka er bara að þetta hafi verið byggt upp af sveitasjóði, Já, borgarsjóði, einmitt. við eigum hittaveitun og við eigum rafmagnsveituna Nákvæmlega. Reykjavík borg átti náttúrulega stóran hluti í Landsvirkjun og síntum að Já, já. og bara Guðs blessun að það var byggt upp af opinberum aðilum en það var ekki í höndunum einhverjum engaðilum sem hefði værið að okra á okkur núna bæði rafmagn og hitta. Já, einmitt. Heyrðu, Bjarni vill virkja meira, Já, þannig að það er ennþá verið að rífast eða svona, hægri og vinstri menn ekkert sammála hvað á að virkja eða hvers vegna. nei, núna hafa hægri menn eða sjálfstæðsflokkurinn það var einhvern veginn eiginlega miðju síðasta kjörtímabili þá svona virtist eins og þeir áttu sig alltaf á því að með því að íta á orkuskipti Já, þá mætti íta á fleiri virkjanir virkjanir, já.
Að hluta til það bara, þeir hafa þessa skoðun, en að hluta til það vegna þess að hafa fjárfestar meðal annars sem að tengist Bjarna Benediktssyni verið að kaupa, hvað ég að segja, upp svona sprænur og læki út allt til þess að setja svona smávirkjanir. Reglunar eru þannig ef að þú setur upp eitthvað svoleiðis að þá verðið að tengjast inn á kerfið. Þannig að ég held að sé mikill svona menn sjá fyrir sér geta grætt mikið í framtíðinni þessu. Já. En það kom líka inn alltaf þessi mikli áhugi á vindorkunni einhvern veginn. Það er hluta þessu. Það til þess að geta, það verður þó engaveita virkjanir. Virkjanir, einmitt. Ég held að sé ekki í raun verið að tala að Landsvirkjun fara út í stórkostlegar vindmyllur. Nei. En þetta það sem að drífur áfram afstöðu Sjálfstæðisflokksins. Mér finnst þess að svona aðrir hafi ekki neina svona helstaða stefnu til að svara þessu. Nei. Alltaf ekki VG hefur enga vörnin í ríkisstjórninni. Nei, VG eru bara náttúrulega svolítið no comment á allt svolítið þessa dagana. En þetta mun verða eitt af þessum átakamálum sem að verða í næstu missurum. Hvort það eigi að virkja. Bjarni að harma það að Landsvirkjun hafi þurft að vísa frá sér einhverjum viðskiptatækifærum. Þar sem að fólk vil kaupa af einhver orku. Ég veit ekkert hvað það er umvöldlega sko. Það voru nú oft svona menn sem að voru eins og í Helguvík og fleira. Svo var eitthvað svona sem var samskonar iðjuver sem átt að vera í Hvalfirðinum. Og þetta er nú ekki allt þeir sem að voru að sækja hingað á síðan tíma voru ekki allt saman, þetta voru ekki allt saman fuglar í skógi þetta var svona, þetta voru fuglar í skógi sko, þetta voru svona óljósir viðskiptahugmyndir. Óljósir viðskiptahugmyndir, Þannig ég veit ekki hvað er hæft í þessu. En það er mikil þrýstingur á að Landsvirkjun fara aftur að virkja. Já, hann vill sjá það allavega. Já, og forstjórinn og fleiri. Það er bara, ef við myndum spurja almenning, viltu að Landsvirkjun virki meira til þess að búa til meiri orku, til þess að búa til fleiri atvinnutæki fyrir Íslandi? Ég myndi alltaf meiri myndi segja já. Ég heldur þau? Ég held það. En ég er bara að gíska. Bara eins og ég þekki mína þjóð. Já. Mér finnst það mjög líklegt líka reyndar, en ég er ekki vissum að ég sé alveg sammála því. Nei, en það er annar mál. Ekki þjóðin. Ég er ekki þjóðin. Eins og sumir sögðu. Heyrðu, Jóhannes Nordal, fyrrum seðlabankastjóri, er dáinn á 99. aldursári, hann var orðið ansi gamall. Hann skrifaði líka bók sem heitir Lífa með öldinni. Já, það er alveg rétt. Hann hefur fætt 1925. Já. Það var náttúrulega hann var seðlabankastjóri frá 61 til 91 eða 90. Svo var hann líka sko, að við vorum þannig Landsvirkjun. Hann var stjórnarformaður Landsvirkjunar sko, ég held lengur sko, ég held að það verið 40 ár. Þannig hann var náttúrulega ótrúlega áhrifa maður bara á Íslandi. Já, einmitt. Og ég held að þegar ég var alast upp, hvernig kemst mannstu vits á ára, þegar maður er 12 ára eða 15 ára eða? Já, þegar maður er svona 11 ára. Þá upplifði maður þannig að til dæmis að það væri engin Íslendingur sem geti farið til útlanda og slegið lán nema Jónas Nordal. Já. Það var svona litið á að hann hefði bara einhverja svona sérfræði þekkingu. Getið svona redda þjóðarhagnum með því að Já, bara aðrir Íslendingar myndi ekki rata eitthvað inn í bankana og spurja vitlausan eða eitthvað. Var ekki rétt klæddir eða eitthvað? Já. Segðu ykkur að vitlausu. Já. Þetta var það reynda þannig að það var eiginlega þeir sem að tóku lán á þeim tíma var ríkið og svo gætt sambandið tekið lán. Það var nógu stórt til þess að fá lán. Tókum við ykkur lán í Hambrós. Svona rík í ríkinu. Það var ekki, þetta var ekki svona að það veri bara annarkoð leppalúð á Íslandi að taka alveg lán. Nei, það var ekki það. Ekki þessi svona rekalegu, það var ekki til þessi stórfyrirtæki sem eru til núna. Við tölum svolítið mikið hagfræði hérna við Rauðaborðið. Og frá því að bókin kom út, þá hefur sko Jóhannes Nordal komið mikið, mennum vitna mikið í hann. Var hann ekki með þessa bókun daginn? Ásgeir verið með þetta og það hefur fleiri verið að vitna í þetta. Meðal annars að hann er að lýsa tíma þegar landinu er svona stýrt með gengisfellingum. Já, einmitt. Og þá er það þannig að þá getur maður eins og talandi þjóðarsóttina, þú getur veltið fyrir sér að var gengið fellt til þess að
mæta þörfum útflutningsatvinnuvegana eða útgerðarinnar bara vegna launahækkana. Til þess að eiga efni á launahækkanum þá var gengið fellt. Þú getur líka orðað þannig að gengið var fellt og það skerti því kaupmáttinn hérna hjá almenningi. Þannig að hann þurfti að sækja launahækkanir til þess að bæta það upp. En þetta gekk svona á svona sveiflum. En í bókinni sinni þá segir hann það að þegar að verið að fella gengið að þá var það fellt langt umfram sko þarfir. Eins og einhver orðaði það var fellt svo mikið að flauti yfir alla steina sem að því það að verst rekna fyrirtækið að það gat haldið áfram. Og þetta var náttúrulega gengið var fellt og þetta þýtti kaupmáttarskerðingu í öllum almenningi til þess að verst rekna út fyrir fyrirtækið. Þetta var, ég man að hann felldi gengið sko 1984 eftir kennaraverkfallið, eftir rétt bara daginn eftir að kennarar sömdu. Þannig að það var svona upplifunin hjá kennurum var bara þetta var til einskis. Þetta langa verkfall. Ögmundur Jónasson sagði eftir það verkfall eitthvað laus að hann meta, það var kannski ekki mikill sko hagur af launahækkunum en það var að vinna í sjónvarpinu en þetta var til þess að skrifturnar hættu að færa yfirmönnunum kaffi. Þannig að verkfall snúast oft mannvirðingu líka. Já, þau gera það náttúrulega. Auðvitað gera það. En þú varst að tala þjóðarsáttina en þessar gengisfellingar og það að sumuleyti þá ef þú ætlar að segja hvenar hætti þetta, það við þjóðarsáttina. Það við þjóðarsáttina. Þjóðarsáttin það að almenningur kyngi að þú fyrstu fær útgerði. Þá hættu við að fella gengið ef að þið kyngið því að við ekki að hækka launin. Fyrst var það þannig að útgerði fekk alltaf gengisfellingu, verkaliðurinn kom og vildi fá launahækkun, þeir fengu gengisfellingu og þetta held áfram. Þannig að það var tekið bara einn kuppurinn út sem að var að almenningur bara kyngdi stöðu sinni. Það fekk ekki neina launahækkun og það liti til þess að þetta hætti. Það er eitt kannski sem kemur inn á þessu peningamál líka sem að ég gleymdi að tala um að Seðlabankinn ætlar að leyfa verðtryggð innlán. Svo kom útlænunarbíla. Það er þessi takmarkanir. Það er þannig, svo kannski flesti vita að til þess að fá verðtrygging og innlánum að þá þarf það að geyma peningin í 3 ár eða eitthvað svoleiðis. Og það var, hann ætlar að leggja þetta alls saman niður Seðlabankinn. Þannig að nú gætu bankanir ef þeir vilja búið til verðtryggða veltureikninga þessuna. En ég veist að það gerir það. Það er komið ljós hvernig það verður. En það er svolítið svona þegar verðbólga kemur þá kemur verðtryggingin. Ég veit það. En það, maður sá það náttúrulega bara með húsnæðislánin og allt hvernig orðaðan hjá Seðlabankastjóra var núna þegar verðbólgan rís að þá bara menn geta alltaf hoppað aftur í verðtryggð lán. Það hefur reyndar sagt það sko, þegar verðbólgan þá kemur verðtryggingin. Til dæmis í lánunum að því að þú getur ekki verið breytilega óvertriða, þú bara veist ekki þannig að þú flýrið þangað. Þannig að nú er endur koma verðbólgunar og endur koma verðtryggingarnar. Það eru tímatin sem viljum. Þetta voru fréttir dagsins, ekki? Jú. Þú ætlar að setja þetta áfram, ég ætla að bregða mig frá og þú ætlar að tala við Trausta Breiðfjörð borgarmálin eftir augnablik.
Já, Trausti Breiðfjörð sestur hérna hjá mér við rauðaborðið, velkomin Trausti. Já, sæl. Heyrðu, þú varst að koma út af borgarstjórnarfundi. Þið voruð að ræða eitthvað ákveðið málaðala núna, hvað traust á borginni? Já, við vorum fyrst að ræða hvað var eftir að gera til að bæta traust gagnvart borgarstjórn. Það mælist bara lægsta traust til allra stofnana á landinu til borgarstjórnar. Já. Og það var svona svolítið verið að benda á hvern annan meiri hlutin bendi á minni hlutan og sagði að það verið verið að tala svo mikið niður Reykjavík. Það er á ykkar ábyrgð. Já, af því að við erum að beita kannski sterku aðhaldi eða eitthvað svoleiðis, það finnst það með óþægilt og segja við sem að tala niður borgin á meðan minni hlutin var meira að benda á hvað meiri hlutin að gera slæmt og svoleiðis, þannig að kom ekki droslega mikið af lausnum út úr þessu samtali. Nei, þannig að þetta var bara svona fólk að benda á... Já, og svo verið að tala að könnunin sé ekki marktæka því að vera að spyrja alla á landinu en ekki bara fólk í borginni hvað þeim finnst. Já. Þannig að svona þetta var svona umræða og fólk var svolítið bara að benda á hvert annað sem að kannski undirstrekar kannski þetta vantraust í borgarstjórninni, fólk er ekki að kveikja Nei, einmitt. En svo vorum við líka að ræða og það var samþykkt að leggja niður borgarskjalasafn Reykjavíkur. Já, það er nú aldrei búið að vera heitt mál í fjölmiðlum núna undanfarið. Já, mjög svo ekki óumdeilt. Það er búið að rigna inn umsögnum frá bara héraðsskjalavörðum út all land og sagnfræðingafélög og ég veit ekki hvað og verið að mótmæla. Já. En það stoppaði ekkert eða frestaði málinu neitt og neitt nátt. Þetta var bara keyrt í gegn og samþykkt á þann. Já. Þannig að, já. Það var eitt sem svona vakti athygli minni, ég var að lesa fundagerð frá borginni hérna á dögunum og þá var einmitt fundagerð frá síðasta frá borgarstjórnarfundi á 5. daginn síðastliðnum, það var talað eins og væri bara búið að samþykkja þetta. Já, einmitt, það var borgarráðsfundi en að því að voru mótatkvæði þá verður það að fara í borgarstjórn áður en það er samþykkt en það var einhvern veginn send út fréttatilkynning eins og það væri bara það væri bara formsatriði í rauninni eftir og það var einhvern veginn viðhorfið bara átti einmitt að keyra þetta bara í gegn. Já, þannig að það var kannski svona bara þetta var svona, þetta var svolítið þannig einmitt, og við í minnihlutanum eins og Freudian slip þarna í fundagerðinni. Já, algjörlega, og við í minnihlutanum allir flokka minnihlutas við lögum fram tillögu bara að bíða eins með þetta og kannski leita eftir meira af umsögnum og slags, en það var heldur ekki samþykkt og rökin fyrir að keyra þessa tillögu gegn er svo að þetta spara rosalega mikið pening. En það er mjög margir búin að tala að það er ekki búið að kafa náðu djúpt í það til að geta fullirt það þetta vera svo mikill flýtir og þetta er skýrsla frá KPMG og sem að stilt upp 3 sviðsmyndir sem hægt var að fara og þessi átt að spara mestan pening. Já. Og var þetta há upphæð eða mikill sparnaður sem að... Já, ef það samkvæmt þeim átti með því að halda núverandi ástand áfram myndi það kosta Reykjavíkurborg 7,9 milljarða að koma borgarskjalasafninu rétt horf en með því að gera þetta eins og samþykkt var þá myndi það kosta 1,5 milljarða króna. En væntanlega þarf borgin nú eitthvað að leggja til ef að færa þetta á þjóðskjalasafnið. Það er fyrsta sem að ég hugsaði með mér að er þjóðskjalasafnið bara alveg til í að taka við því að þarf ekki að spyrja þjóðskjalasafnið? Er búið að spyrja þjóðskjalasafnið? Nei, það voru ef ég las rétt í dag, þá voru fréttir við þjóðskjalavörð sem var að tala það væri ekkert. Það hafi ekkert verið komin einn beiðni til þeirra þetta? Nei, en Lilja var eitthvað, held ég, hún er eitthvað svona að skoða þetta Ráðherra? Já, og Einar er náttúrulega í Framsóknarflokknum, kannski eru þau eitthvað búin að ráðfæra sig við hvert annað, maður veit það ekki en þetta er einmitt bara gert í allt miklu flýtu, það var það sem við vorum að gagnrýna bara það sem við gáttum öll samanstu með minnihlutanum allavega, en það var ekki tekið mark á því þannig að þetta er og svo hefur þetta líka farið að snúast rosalega mikið persónu borgarskjala varðar einhvern veginn og þau búin að bera alltaf að halda því fram að hún fari ekki með rétt mál og eitthvað svoleiðis. Já, einmitt, og maður einhvern veginn var ekki inni í þessu sjálfur, þannig að maður veit ekki hvað er rétt í þessu, en einmitt, þetta er búið að snúast rosalega mikið einhver eina mannesku og svolítið sérstætt líka, það var eiginlega ekkert í þessar umræði bara talað borgarskjalasafni og mikilvægi þess, Sannarindar kom og talaði og hélt smá kynningu bara hversu gott starf þetta safn hefur verið að vinna og hversu mikilvægt það er. Þetta er allt einhvern veginn rætt bara út frá peningavinklinum. Það er engin önnur verðmæti í þessu virðist fólk hugsa. Nei. Og það er kannski bara þeir tímar sem við lifum á nýfrálsíki tímin að það er engar jöfnur einhvern veginn teknar inn í þegar kemur að svona ákvörðunum. Menningarlegt gildi. Nei, einmitt.
Já, ég sá að Sanna var að posta einmitt einhverju, hún hafi verið með svona myndræna svolítið lýsingu á hvað hvað borgarskjalasafnið hefur verið að gera undanfarin ár. Já, og ef ég hef verið að lesa rétt, þá skils mér að Reykjavík verið bara eina fáum höfuborgum sem ekki með sitt eigið skjalasafn. Já. Sem mjög sérstakt ef að þetta verði að veruleika. Ég að segja, þegar þetta verður þá verður við borgin ekki með skjalasafn en þeim oft tíðrætt að við séum menningarborg, en mér finnst svolítið sérstakt að kalla sig það þegar við erum ekki einu sinni við skjalasafn. Já, einmitt. Já, herðu, þið viljið útrýma heimilisleysi og byggja upp húsnæði fyrir fólk. Já, við hefum verið að horfa til Finnlands. Já, við erum að horfa til Finnlands af því að þar markvissar áætlanir það að draga úr heimilisleysi og útrýma því árið 2027. Já. Og þetta hefur að ganga vel hjá þeim og þau gera það með því að byggja rosalega mikið magna af félagslegum íbúðum. Já. Það eru þar byggðar 6.000 félagslegar íbúður ári sem eins og að við myndum byggja, þá er ég að tala um Helsingi. Já. Það eins og að Reykjavík myndi byggja 1000 félagslegar íbúður ári. Og við erum hvað erum við að byggja mikið? Að meðaltali síðustu 5 ár hefur verið að byggja 97 íbúður ári. Þannig að við erum tífalt við þurftum að vera að gera tífalt betur ef við ætlum að vera fara þá leið sem fyrir. Já, og við viljum að borgin sem að bera sig saman við þær borgir sem að standa sig vel, frekar heldur en að bera sig saman við bæi á Íslandi sem að standa sig illa. Já, borgin alltaf að segja, já, við erum að leggja til 5%. Já, og við erum allan sveitafélög. Við erum skárinn Garðabær, við erum skárinn Seltjarnarnes og eitthvað, og þá hefur við að hrópa húrra og helst eiga borgarfulltrúar og líka að skamma hins sveitafélögin. Það eins og okkar vinna sig eigi að snúast það en ekki berast fyrir hagsmunum Reykvíkinga, sko. Og minnst svolítið lélegt að láta önnur sveitafélög líka halda sér svona niðri. Og það ofta eins og meirihlutanum finnst það bara þægilegt líka að geta einhvern veginn bent á sjallarnir allan að verðum við. Já. Í staðin fyrir að horfa bara á aðrar höfuborgir eins og Norðurlöndunum og segja við erum bara að gera þetta líka. Veistu hvaðan hafa þau einhver tíman í meirihlutanum gert grein fyrir því hvaðan þessi 5% tala kemur? Af hverju þau ætla að halda sig í 5% félagslegu húsnæði? Nei, ég ekki kláraði, en við lögðum að þeim til að ef við vorum með umræði á síðasta borgarstjórnum fundum það að hvort það var ekki komin tíma að skoða þetta. Já. Að hækka hlutfallið, en það var ekki talin ástæða fyrir því formaður velferðarráðs steig þá fram Heiða Björg og sagði að biðlistar væri bara eðlilegir. Þannig að það væri engin sérstök þörfaði og við ættum meira að vera að beita orku okkar í það að þrýsta á hins sveitafélögin að gera betur. En þið hafi verið að gagnrýna með þessa biðlista sem eru á standi 800 okkar manns. Já, það er komið yfir 1000 núna. Það komið yfir 1000 núna. Það eykst bara með hverju mánuðinum, sko. Já. Og það ekkert sem lítur út fyrir að hann sé að fara að stytta, og það hefur gengið illa að fá íbúður af því að félagsbústaðir kaupa bara á markaði. Já. Og þeir hafa ekki verið að ná að kaupa eins mikið íbúðum og áætlanir hafa staðið til á þessu ári. Þannig að veistu af hverju það er bara ekki til, það er ekki búið að byggja nægilega mikið, eða hvað er málið? Já, manni skilst það sé eitthvað vandamál, sko. Og líka náttúrulega, já, eins og ég segja, þau eru bara með þessa stefnum að kaupa, þau vilja ekki byggja sjálf. Þið hafi náttúrulega, og sósíalistar hafa verið að tala um það að bara Reykjavíkurborg eigi bara stofna sitt eigi byggingafélag og byggja húsnæði. Já, að því að fara í svona eins og bara dálítið gamla verk og var. Að því að við sjáum að meðal fermetraverð sem félagsbústaðir að kaupa íbúður á í kringum 585.000 krónur ef ég mann rétt. Samkvæmt byggingavísitölunni þá meðalkostnað að vera í kringum svona 250 til 280.000 krónur. Þannig að það er rosalega mikil álagning og það að fara til verktakana. Og bara ef við tökum svona meðalíbúð þá er kannski 30 milljónir umfram að fara til verktaka. Og þetta er náttúrulega bara sóun á fjármunum borgarinnar og maður myndi halda að fólk hægra megin myndi sjá það líka að þetta er sóun á almannafé og það væri skynsamlega að byggja sjálf. En hægra mennur náttúrulega eru þeir ekki bara frekar að horfa á það að þarna sé sveitafélagið að efla enga framtakið og verktakana. Jú, af því að og borgin er ekki að vera einhvers svona samkeppni eins og þau kalla við verktakana, þannig að þetta sé eina leiðin sem hægt er. Og þau tala líka um að það sé svo mikilvægt að halda það sem við kalla félagsleg blöndun. Þannig að félagsbústaðir kaupa kannski 1-2 íbúðir í þessari blokk, 1-2 í hinni blokkinni. Þau vilja ekki að félagsbústaðir byggi blokk sem er bara með félagslegum íbúðum.
sem væri kannski, þú veist, og þessi félagslega blöndun væri kannski allt í lagi ef að það væri búið að útvikka aðeins líka hverjir geta sótt félagslegt húsnæði, þannig að það er rosalega þröngt líka og það er eiginlega ótrúlegt að það séu sko 1000 manns á biðlistanum vegna þess að skilyrðin eru svo fáralega þröng og ef við myndum byggja meira þá væri alltaf fleiri og fleiri sem gætu farið í þessi húsnæði og svo hefur þessi félagslega blöndun heldur ekki verið að taka sko þegar maður horfir á þetta frá hinum vinklunum að eins og í Vesturbænum þá er rosalega lítið af félagslega húsnæði, það er meira fólki sem býr þar en það er ekki tekist að fá íbúður þar og það markaðurinn er ekki að bjóða upp á að geta gert það þannig að félagsbústaðir gætu byggt þar til dæmis til þess að auka þessa félagslega blöndun fá meira fólk og þeir eru ekkert að fá íbúðir á þessum undisreitum Nei, það hefur ekki verið held ég sko en það er þeir eru að rísa upp eins og górkúlur undisreitinir Já, heyrðu þið hafið líka verið að tala svolítið mikið strætó og í vetur hafið talað mjög mikið strætó og snjómoksturinn og allt í kringum strætó og svona nýjasta sem við vorum með þar er að leggja til að tíðnin eru aukin innan Reykjavíkur hjá strætó þannig að myndi ganga á 10 mínútna fresti á virkumdögum og það þarf ekkert til nema bara fulltrúi Reykjavíkur í stjórn leggi þetta fram og þetta sé samþykkt í borgarráð Reykjavíkur af því að það þarf ekkert fjármagn frá hinu sveitarfélögunum þau gerðu þetta með næturstrætó hann var endurvækin daginn bara innan Reykjavíkur og það var samþykkt að vísa þeirri tillögu inn til stjórnarstrætó og okkur skilst að það vera tekið fyrir á næsta fundi sem er bara held ég í þessu mánuði þannig að það verður spennandi að sjá hvað fulltrúi Reykjavíkur, Alexandra Brím gerir þá, hvort að hún greiði atkvæði með því eða ekki ef það er vilji til þess að efla almenningssamgöngur innan Reykjavíkur þá er þetta alveg bara kjörið tækifæri sko og að því að það er svo mikilvægt líka þú veist, það er verið að fækka bílastæðum og það er verið að gera fólki erfiðara fyrir að keyra bíl og borgina sem að ég skil alveg að þau vilja meiri svona borg sem með minni mengun og fólk sé að keyra minna en þá þarf á sama tíma líka að efla almenningssamgöngur. Það verður náttúrulega að efla almenningssamgöngur. Já, það er ekki nóg bara einhvern veginn að fækka bílastæðum og síðan skamma fólk að þeirra bíl, það verður líka að efla almenningssamgöngur. Einhvern veginn verður fólk að komast frá til B sko, það er ekki allir sem geta hjólað. Nei, nákvæmlega, einmitt og bara hafa bara basicið skilur í góðu lagi, ekki að móka inn í strætóskili og bara hafa góða inniðastuð og láta þetta ganga. Já, einmitt. Hver er þín tilfinning fyrir því að heldur þetta að vera samþykkt? Ég vona það, ég veit ekki, það verður spennandi sko, en þau beita mjög oft fyrir því fyrir sig að það sé mikið talli í borginni og við höfum ekki efna á svona þannig að það gæti verið að það sé afsökunum en það verður fróðlegt að sjá þau samþykkt á síðasta kjörtímabili mitt að fjölga ferðanum í 7,5 mínútna fresti en það verður ekkert gerst sko En hvað með, akkur er ekki svona strætóskili út allt sem að sína hvenær næsti strætó kemur? Mér skilst að séu einhver strætóskili þannig eða það ekki? Jú, þetta er komið svona kannski mest svona nálægt miðbænum en maður sér þetta ekki mikið í útkvörunum ennþá en það á sko, þá sýnir það cirka hvað langt í hans samkvæmt áætlun en það er ekki með að við bara staðsetningu Það er ekki með að staðsetningu vaxins Nei Þannig að maður getur verið þarna á staði sko 1 mínúta í hann og svo bara kemur hann ekki Nei, svo kemur hann ekki og fólk lendir náttúrulega mjög oft í því bara strætó kemur ekki eða kemur á snemma eða er bara farin Já, okay. En þar sem ætli það sé þannig samt erlendis einhverstaðar að það sýnir nákvæmlega staðsetningu, veistu það? Ég kemur ekki óvart, það er alveg vera hægt það er hægt að sjá þetta í appi hvað hann er þannig að þá hlýtur að hægt að reikna einhver formúla eitthvað til að reikna svona Já, maður myndi halda það, þetta vera hægt sko Já, þetta algjörlega vera hægt Já, einmitt Heyrðu, já, hver er svona talandi þetta máli sem við byrjuðum að tala með vinsaldir borgarstjórnar Já Af hverju heldur þú að hún sé svona óvinsæl? Það er góð spurning, ég held að það sé kannski að því að fólk er í svona búblu einhverju og það lítur svolítið niður á það þegar að ég hef allan tekið eftir í nýbyrjar í þessu en mér finnst svona attitútið að inni vera svolítið að líta niður á það að vera í beinu sambandi við borgarbúa það er einhvern veginn svona fyrir neðan þeirra virðingu og þau eru svolítið mikið einhvern veginn að vinna bara í svona kerfi á einhvern veginn að sjá allt og svo taka þau bara við einhverju skýrslu frá starfshópi og þá er það bara einhvern veginn lagt fram, þetta er allt svo svona teknokratist og svona aftengt frá
almenningi, mér líður þess að það sé svolítið kannski og samráðið þá í rauninni ekki beint samráð, heldur meira svona sýndarsamráð. Já, og það kannski bara, þau verða að gera, þau verða svona, já, við fórum í samráð og fólk sendi mail og eitthvað en við hlustuðum ekkert samt, en það svona, já. Við leyfðum fólki að koma til okkur. Já, einmitt, ég held það sko. Svo náttúrulega líka bara þjónustan, það ekki verið að sjá með þessi grunnmál, það ekki verið að moka nógu vel, það eru biðlistar að lengjast, húsnæðismálin eru í algjör rugli, allt þetta svona, allir þessi grunnur, hann einhvern veginn í mólum, þannig að ég held að það sé líka bara stór ástæða. Þannig að það er margt. Alls konar hlutir, það er mjög margt einmitt. Og bara fólk standi ekki við það sem að segja, eins og með leikskólaplássin til dæmis, fyrir 12 mánaða börn. Já, ég þekki eitt dæmi um eldri borgara sem að flutti úr heimahúsi þar sem að viðkomandi fekk þjónustu, innkaupa þjónustu að aðstofi að kaupa matinn, flutti svo í svona þjónustu íbúð, félagslega þjónustu íbúð og færi ekki lengur þessa aðstoð, færi ekki aðstoð við þá aðstoð sem að viðkomandi þarf við að kaupa inn af því að hún flutt í þjónustu íbúð. Já. Alls konar svona undarleg heit, einmitt, og svona bakhandar niðurskurðin svo velferðarsvið að vera að minnka skilsmanni þjónustu sem var að 2 vikna fresti að vera að fækka því ennþá meira. Það allt svona einhvern veginn gerist á baku tjöldin og maður heyrir svona frásagnir og maður fær Mér skilst einmitt með eldri borgarna það hafi átt að innleiða einhvers konar spjaldtölvuvæðingu eða eitthvað svolítið sem að henda náttúrulega ekkert öllu gömlu fólki, það er ekkert allt tölvufært þannig að þetta er mjög undarlegt allt. Já, og svo kannski fólk sem þarf bara aðstof við að þrífa heima á sér en það einhvern veginn ekki gert, það meira bara komdu bara kaffihús og fólk segir nei, það ekki, ég þarf bara að láta þrífa klósett. Nákvæmlega, einmitt. Það er svolítið svona einhvern veginn, já. Það er eitthvað svona sumt svolítið skrítið í gangi. Já, er það. Ekki til að auka vinsældir. Heyrðu, þakka þér kærlega fyrir þetta Trausti. Já, takk fyrir mig. Og við ætlum næst að fara, Gunnar Smári ætlar að fara til Frakklands og tala við hann Einar Má Jónsson. Já, það er eins og oft áður mótmæli í Frakklandi í dag og eins og oft áður er það út af breytingum á eftirlaunum. Það verið að ríkisstjórn Macron vill hækka eftirlaunaldurinn í Frakklandi. Það verið oft verið reynt áður og alltaf verið mætt með mótmælum og sjaldan tekist að ná þessu í gegn. Til þess að ræða þessi máli hingað kominn Einar Már Jónsson, hann er prófessor í Frakklandi. Blessaður Einar. Hvað er að gerast í Frakklandi í dag? Það er mótmæla alda allt land í dag. Sérstaklega það eru verkföll og allt í lamasessi til þess að mótmæla þessum breytingum að væntanlegu breytingum og eftirlaunalögunum. Að hækka aldur nú 62 árum í 64 ár. Ég sagði að þetta væri eins og oft áður. Þetta hefur náttúrulega oft verið áður mótmæli einmitt út af þessari ástæðu. Já, það hafa alltaf verið svona einhvern veginn að minnka að draga úr eftirlaunum og því hefur alltaf verið mótmælt. Nú heldur þessu áfram og nú stórt stökk. 2 ár. Og það má segja að 70% allra Frakka á móti þessum breytingum. Og ef að reiknaði bara með vinnandi fólki, þá það talsvert meira, gæti upp 90% og öll verkalýðsfélög eru einhuga á móti og eru sameinuð í mótmælaaðgerðunum. Við þekkjum það frá Íslandi að stjórnvöld komast oft upp með það að gera eitthvað gegn einmitt svona 70% þjóðarinnar. Við getum nefnt kvótakerfið, við getum salan á bönkunum og þú þekkir þetta. Er það þannig í Frakklandi að það sé hægt að ná í gegn breytingum sem að svona stór hluti almennings á móti? Vitalega, það alltaf fer eftir í hvort að þingmeirihluti fyrir því eða ekki. Nú hefur Macron ekki þingmeirihluta, en í þessu máli getur að fengið stuðning annara hægri manna.
en að vísu ekki þeirra sem eru yst til hægri því að Marine Le Pen á móti þessum lögum alveg eins og vinstrimenn. Því þetta mjög mikið skerðing á kjörum almennings. Og dugar meiri hlutin til þess? Já, auðvitað ef að þingið hefur meiri hluta og samþykkir þessi lög þá komast þau í gildi. Ja, það sem ég ávið hvort að Macron takist að smala saman í meiri hluta með þessu máli? Já, það virðist vera. Hann er gert einhverjum smá, svona tekið upp einstaka hugmyndir annara hægri manna, vertikar hugmyndir sem að skiptu á litlu máli held ég. En hann getur það alveg ef hann hefur þing meiri hluta. Já, en það mun reyna á það, ekki mótmælinir oft það, hvort að takist að skapa svona einhverja stemmingu í samfélaginu þannig að það veri erfiðara fyrir þingmenn að styðja málið, er það ekki það snýst leikurinn? Það getur alveg verið, sko. Það getur alveg verið, en sem sagt að hann getur bara þetta í gegn, en það náttúrulega skilur eitthvað eftir. Það verður erfiðara fyrir Macron þar sem eftir á kjörtímabilinu ef hann knýr þetta í gegn vilja almennings. Já, en þetta er mikilvægt mál fyrir hægrið. Það kemur með þetta aftur og aftur og aftur. Já, er það litið svo á að bara frakkar eigi ekki efna á þessum, hvað hefur kallað, rausnarlegu eftirlaunum? Þetta nú fyrst og fremst liður í þeirri viðleitni hægri manna að brjóta smá saman niður þetta velferðarkerfi sem hefur myndast. Breyta þjóðfélaginu í átt til meiri frjálshyggju og taka hægt og rólega öll þessi réttindi sem hafa áunnist og eitt þetta með þessi eftirlaun. En þetta nú reyndar dálítið flókið mál. Ég hef heyrt að Íslendingar spyrja ofta því hvers vegna vilja frakkar ekki vinnast lengur. Á Íslandi vilja menn ofta ekki fara á eftirlaun. Ég kannast mörg dæmi það, menn vilja ekki fara á eftirlaun. En þarna í þessu frjálshyggjuvæðingu franska þjóðfélagsins, þá einn stór hluti það að það alltaf verið að fara ver með almenning, með vinnandi fólk. Kjör á vinnustöðum að versna. Menn eru að níðast á starffólki og alls konar öllu mögulegu móti, til dæmis það að reyna að setja menn í samkeppni hver við annan og láta þá vita þeir sem að ná ekki í þessi samkeppni að þegar að næst verður fækka starffólki þá verða þeir fyrstir til að verða reknir. Og þetta mýmörg dæmi, til dæmis þetta sem eitt dæmi sem við oft verið tala það það svo kallað open space. Menn hafa ekki skrifborð fyrir sig á vinnustofur, heldur verðar að morgni dags að reyna að hlaupa hver í sitt skrifborð að ná sæti og það jafnvel svo að það séu færri skrifborð en starfsmenn. Þannig að þeir sem að verða síðastir, þeir verða bara að sitja á tröppum eitthvað svoleiðis með tölvurnar á tjöldunni. Og þetta náttúrulega hvað þetta hefur við mikið að tala, en þó sennilega mest í heilbrigðiskerfinu. Að þar ástandið alveg skelfilegt, það verið að fækka starfsfólki, fækka sjúkrarúmum og þeir sem eru eftir verða að vinna tvöfalda vinnu. Og það mjög mikið, það hefur ofboðslega mikið versnað og þar hafa verið verkföll og mótmæli sem hafa farið hátt, en samt þessu haldið áfram. Það eins og ekkert hægt að gera, þó allir viðurkenna að það sé óviðurandi ástand í sjúkrahúsum. Það eins og ekkert hægt að gera til að beita úr því. Það bara markið það að þeim sagt að halda þessu áfram og það náttúrulega markmiðið það lokum að fá bara menn yfir til að leita í einkasjúkrahús. Sem sagt að efla þessi einkasjúkrahús og kostnað almenningskerfisins og þá fer að koma upp þess konar sjúkrakerfi, annað ríkiskerfi sem í niðurníðslu og fyrir fátækramenn og svo einkasjúkrahús fyrir ríkari menn. Og þegar sama í skólum, það mjög vont ástand þar, mjög vont og það alltaf haldið áfram. Og þar markmiðið það sama að fá menn til þess að leita yfir í einkaskóla sem alltaf kosta heilmikið. Þetta hlitur í því að einkavæða og frjálshyggjuvæða þjóðfélagið. Og sem sagt, og líka spara sem allra mest með því að fækka sjúkrarúmum, með því
að fækka kennurum, þá verið að spara og þetta gerist á þeim tíma þegar að tekjur auðkýfinga og ofur auðkýfingar að margfaldast og hérna eins og ástand í orkumálum að þá gróði olíufyrirtækja fleiri alveg þannig að það engin fordæmi fyrir því. En það má ekki skattleggja það. Til dæmis þegar að tala um að skattleggja og ofsagróða, þá sagði fjármálaráðherra Frakklands, ég veit ekki hvað ofsagróði Það þeir mæta þess að þetta náttúrulega stefnir allt í sömu átt. Má þá, þetta segja það að maður líta á þessi mótmæli að þau eru náttúrulega á móti tillögunni sjálfri að hækka eftirlaunaaldur en þetta líka mótmæli gegn því að það sífellt verið að þrengja að kjörum og bara starfsaðstöðum vinnandi fólks. Það bætist ofan á og svo bætist að þjóðfélagið verður alltaf harðara og harðara. Og ég get komið eitt persónlegt dæmi. Einu sinni var ég fyrir því að skrifstofum minna það fór að leka loftið. Þetta vandamál í gömlu fransku húsum og ég hef orðið fyrir því áður og þá hringdi ég í slökkviliðið sem að fer að stað og bjarga svona málum og hefur alltaf all tæki til þess. En þegar ég hringdi þarna, þá var mér alltaf sagt, slökkviliðið fara ekki lengur af stað út af vatnsleika. Þetta svona smáatrið, þetta eins og alltaf sé alltaf að versna og náttúrulega má bæta því líka að fyrir marga þessi endalausa tölvuvæðing stór hluti í því hvernig ástandið versnar, hvernig þjóðfélagið verður alltaf harðara og harðara. En ef við skoðum málið sjálft, þess að hækkun eftirlaunaldurs, að nú segir hægrið að þetta sé svo dýrt að samfélagi eigi ekki efna á þessu. Hver eru mótrök vinstriðsins og verkalýðshreyfingarinnar? Menn segja þetta séu bara vitlaus rök, þau halda ekki og þegar að frakkar eru að verja þetta út á við, þá ekkert að nefna þessi fjármálarök, þau eru bara fyrir innanlandsmarkar og þau eru raung og líka náttúrulega eitt sem menn verða að benda á, það þetta hálfgerða skattfrelsi ofurauðkynningarna og alþjóðarhingarna. Ef þeir bara allir borga réttláta skatt, þá myndi fjármálin breytast mikið. Og svo líka bara eignút að í þessu ákveðna máli, þá sparnaðurinn ekki mjög mikil. Hann raun og veru afskaplega lítilvægur. Þannig að meinið það að franska ríkið hefur gefið eftir tekjustofna með því að lækka skatta á hinn ríku og þess vegna á ríkið síður efni á velferðarkerfi hinn almennings. Það ein hliðing, það alveg ein hliðing í þessu. En það eru náttúrulega margar hliður líka þetta stóra hlið, hvernig ástandið að versna á vinnu fyrir vinnandi fólk. Og ég þekki svolítið til að þessu til dæmis í skólum að þarna þegar að menn eru komnir fara að nálga kringum 60 þá þeir oft bara orðnir dauðþreyttir á þessu. Þetta hvernig ástand alltaf að versna, það verið að fækka kennurum og fyrir bragðið að fjölga í bekkjum og það kemur til þannig að öryggismálin hægt út af því. Og alltaf einhverja nýjungar sem miða allar í það átt að gera vinnuskilyrðin verri. Til dæmis líka það sem leiðir að frjálshyggjunni að líta á skólakerfi sem fyrirtæki og nemendur sem viðskiptavini. Og þá náttúrulega taka foreldrarnir og heimta ef að ungviðið færi ekki góðar einkunnir, þá hlýtur að vera kennurum að kenna. Það eins og var getið skopmynd sem ég sá í blaði, það var 1962 og 2022. 1962 eru foreldrar að skamma soninn, hvað þessar einkunnir að þýða. Í seinni skopmyndinni eru foreldrar að skamma kennaran og segja hvað þessar einkunnir að þýða og sonur stendur hlæjandi hjá. Já, þetta léleg þjónusta ef þú færð lágar einkunnir. En nú er verkföll og verkalýðshreyfingin að beita sér. Ég man ekki hlutfallið í Frakklandi, ég held að sé svona 8% launafólk sem í verkalýðsfélögum sem að Íslendingu finnst vera undarlegt í að það sem að hér þetta nálægt 90%. En hver staða verkalýðsfélagana? Eru þau ennþá hafa þau ennþá afl í Frakklandi til þess að ná fram breytingum eða hindra breytingar?
sko þarna það verið mikil fækkun í verkalýðsfélögum langt skeið og það ein afleiðing af því að yfirvöldin hafa haft á tilfinningu að virða ekki verkalýðsfélögin, bara líta fram hjá þeim og mennum hafa fundist að þau geti ekki gert, en nú virðast þau vera að styrkjast aftur sko. Það nú, sko þegar þau eru nú öll saman, það engin undantekning og til dæmis þetta CFGT, það sem talið meira hægfæra, það alveg eins og CGT sem harðasta. Þeir eru bara alveg einu máli. Spurningin náttúrulega svo, hvert verður framhaldið af þessu? Og hvert verður framhaldið? Hvernig viltu spá fyrir hver verður úrslitin? Nei, það engin leið að spyrjast fyrir útlitið því að Macron virðist vera mjög harður og það ekki eftir hans sjálfur, heldur þeir sem eru á bakvið hann. Að þetta að spurningin hvort að hann getur kannski hunsað þetta, bara látið þingi samþykja þetta. Svo spurningin hvernig verkalýðsfélögin halda áfram að vera sammála. Það ekki viss hvernig verður framhald á þessu verkvöldu, hvort að vera bundin við einn dag, þessi daginn í dag, eða hvort að halda áfram á morgun. Það ekki víst, það kemur í ljós sennilega í kvöld. Ok, en segðu mér eitt, hvernig tekur almenningur þessu? Nú eru margir sem komast ekki til vinnu og það alls konar svona röskun á lífi fólks, hvernig tekur almenningur þessu? Hingað til hefur almenningur tekið þessu afskaplega vel. Það alveg sammála þess að meir yfirgnæfandi með litur á mótulögunum. Sko spurningar verður þegar sko ef þetta heldur áfram, þá verður þetta erfiðara. En við vitum ekkert hvernig framhaldið verður. En sko blöð halda því fram að stjórnvöldið sé orðaldið smeik. Það getur maður lesið í stórblöðum. En það aldrei að vita, sko, það gjörsamlega óvíst. En sem sagt að ef að þeir berja þessi gegn, þá bara fer það í uppsafnaða reiði. Þannig að kannski verður það næsta ennþá verra. Það má kannski líta á þetta sem einhver svona framhalda af gulstökkunum. Það var almenn reiði, sko nú það reiði út af mjög ákveðnu tilefni, en svo það hleðst ofan á almenna reiði út af ástandinu. Þannig það svona vaxandi tilfinning meðal Frakka að það sé aukin ójöfnuður og kannski lífskjör svona venjulegs fólks og almennings séu bara alltaf að versna. Það greinilegt sko og náttúrulega út af þessu hvernig þegar menn að hafa fréttir þessa hvernig tekjur ofurauðinga aukast stóðlega. Sko þannig Macron það slapp einhver tíman út úr Macron að í þessa félagsmál færu geðveikislega miklir peningar. Það kannski ánum forsvíkja ætti að koma svona orði. En þá kom bara raddir strax á móti, en hvað þá peningana sem fara í ofurauðgefingana, eru þeir ekki miklu frekar geðveikislega miklu. Og sérstaklega þeirra hafa alltaf verið skatta ívilnanir og það rekna út að þeir borgi mjög lítinn skatt. Og þeirra yfirgangu verður meiri og meiri. En Macron telur það vera gott, eða ekki, að skilja peningana eftir í höndunum á hinnum ríku? Jú, það heitir að styrkja efnahagslífið eða eitthvað svona. Sko. Til dæmis að eitt hlið á þessu sem ég ekki nefnt, það það að vinnuslysum fjölgar mjög mikið. Það búið að tala dálítið það undanförnu með vinnuslys. Nú eru öryggisreglur fyrir hendi, en þeim ekki framfylgt. Atvinnurekendur fá að fara sínu fram og hætta að virða þessar öryggisreglur. Og þessi afstaða stjórnvalda að sjáu gegnum fingur með þessu, það heitir að vera business friendly. Einar, og stjórnir vill vera business friendly. Einar, það gaman að heyri þér komið vor í París? Já, það að maður finnur að vorið nálgast. Það hefur aldrei verið kastað undan svona frekar svalt en engin verulegi kuldar. En nú vorið þeirra verða smásama var við það. Já, það dásalegu tími. Herðu, ég fæ kannski að heyri þér aftur eftir því sem að þessi deila harnar og... Jú, ég hefur bara samband við mig. Ok, herðu, kæra þakkir. Og við höldum áfram hér eftir augnablik með annað mál.
Við ætlum að núna að hringja til Bretlands þar sem hafa verið verkföll í allan vetur og mikil svona átök í samfélaginu, mótmæli og sprottin upp af lífskjarakrísunni sem að þar og Guðmundur Auðunsson okkar maður í London, blessaður Guðmundur. Þú skrifaði náttúrulega frétt inn á Samstöðuna í dag þar sem að kemur fram raunverulega svona árangurinn af verkföllunum og það var svolítið háar hækkanir, launahækkanir sem að nást í gegn. Hvað getur útskýrt hvernig það á því standi? Jú, það er allavega þeir samningarnir eru aðeins mismunandi langir en það sem að grundvallar þátturinn það að allir samningarnir bæta fyrir verðbólguna og mun meira sem ólíkt því sem að maður kannski orðið á vitnisvaldi á Íslandi. Þannig að verkalýðsfélögin að sækja verðbólguna og sækja kjara bætur á sama tíma og nýta sér það að í Bretlandi þó að hagvöxtur sé flatur hér og tiltölulega lítill, allavega miðað við á Íslandi, þá gróði ágóði fyrirtækja hefur aldrei verið meiri, nákvæmlega eins og á Íslandi. Og þau að sækja sér þetta og verið með verkföll, svona sömuleyti skæruverkföll, sömum beinasta ákveðnum aðilum, en vitandi það að því að samningarnir miklu dreifðar en á Íslandi. Það að segja að þeir eru að semja mikið við ákveðna atvinnurekendur og tökum sér dæmi verkföll hafnarverkamanna í Liverpool að þegar þeim tekst að stoppa alveg gífurlega mikið með því að loka höfninni og að þeir sem reka höfnina, þetta oft einkafyrirtæki í Bretlandi sem að reka höfninar að þeir í ákveðni desperasjón þegar að verkföllin þau virka þannig að þau tilbúin sérstaklega í krafti þess að flest þessara fyrirtækja að græða töluvert mikið og í kjölfar þess að þá eru þeir tilbúinir til þess að koma til samninga. Já, en jáfnframt þá verkafólkið tilbúið að fara í hart gagnvart þessu fyrirtækjum vitandi það að loka höfninni veldur því miklu meira tapi heldur en það að verða við kröfu þeirra. Nákvæmlega. Og svo eru það líka svona lykilstarfsmenn eins og fólki lestarsamgöngum sem að þá bæði fólk á gólfi sem að sjá þrifnað, sem tiltölulega illa borgað, hafi helst það fólk sem hefur verið í verkföllum. Lestarstjórarnir sjálfir aðeins betri stöðu, þeir hafa betri kjör, en þessar lokanir gera það verkum að það auðvitað töluvert tap fyrir samfélagi. Vandamálið sem sum verkalýðsfélög að fást við það að ríkisstjórnin komin í hálfgert stríð og þeir eru búin að til dæmis þegar kemur að lestarsamgöngum í London að þá sveitafélögin hérna í Bretlandi eiginlega algjörlega háð fjármagni frá hinu opinbera. Þannig að þau eru þvinguð, þau geta ekki gert samningar launahækkun nema að fáist fjármagn frá hinu opinbera. Þannig þeim haldið í spennitreyju. Þannig að en sum félögin hafa fundið peninga einmitt til þess að hjálpa lægslaunafólkinu þess að sjá rusl, safna saman rusli og koma því í veg og þetta auðvitað algjör lykilstörf og þess vegna hafa sum sveitafélögin verið að gera samninga en það strandar mest á ríkinu. Þetta eru einkafyrirtækin sem að sjá sér hag í því og mjög vel skipulögð verkföll hafa fengið það á samningaborðinu og líka þeir vita það að þeir eru með góðan gróða. En það opinbera og sérstaklega ríki sem gengur erfiðast að semja við. Það að þú birtir þarna svona upplýsingar frá verkalýðsfélögum og þar verið að tala hækkanir sem frá 18,5%, 19,5%, 24%, 28% upp í 44%. Þetta eru gríðarlegar hækkanir en líklega þá yfir langan tíma eða?
Þeir eru yfir mismunandi langan tíma en við erum samt ekki að tala, við erum ekki að tala um 5 ára samninga eða eitthvað slíkt, við erum að tala um kannski 3 ára samninga sem 2 ára samninga. Þannig að það inni og þá eru oft, en það sem að líka gerir það verkum að þau eru í mjög veikri stöðu, það að segja verkafólk hefur hort á seinustu 10-15 árum, eða sérstaklega frá 2010 eftir íhaldsflokkurinn komst í valda. Það merkilega var að launakjör heldust ágætlega fyrst eftir hrunið, en það upp á 2010 þegar þeir beita harkalum aðhaldsaðgerðum og til dæmis taka sinn dæmi þá var skorið niður til sveitafélaga á seinustu rúm 12 árum eða svo, hefur verið skorið niður fjármagn til sveitafélaga nær 50%, sem alveg svakalega tölur. Og þannig að það hefur verið skorið mikið niður. Þannig að launakjör bæði í opinbera geiranum og líka í einkageiranum hafa verið farið niður á við á þessum tíma. Þannig að mörgu leyti og síðan frausa þetta allt í COVID. Það var ekki gerðið neini samningar þannig að og svo kemur þetta verðbólguskot og á sama tíma nýta verkalýðsfélögin sér það að gróði fyrirtæki hefur aldrei verið meiri. Það er bara staðreynd. Þannig að þau eru að ná sér tilbaka ákveðnuleyti skerðing á launakjörum sem er búin að vera uppsafnaður. Þess vegna er þess að tölur svolítið hærri heldur en meðan á Íslandi til dæmis náðist fram gífurleg kjara bætur í lífskjarasamningum. Þeir voru ekki með neitt sem var líkt og þar. Þannig að þetta skýrir ákveðnuleyti þessar háu tölur. En eru þessar hækkanir sem er í þessu samningum sem þú ert að vísa til, eru þær, leggja þær línundar fyrir samninga hins opinbera? Ég vann að til þessum áramótin og fyrir áramótin þegar var að stefna í mikil verkvöllin í NHS og fleiri ýmsa starfstöyti þar, að þá voru stjórnvöld að bjóða upp á 5% launahækkun í 10% verðbólgu. Já, og þeir eru ennþá, og þeir neituð. Það sem að gerist innan þessa geira er það að ríkisstjórnin setti á ákveðna kjara úrskurðarnefnd og suma verkalýðsfélögunum, sérstaklega þau sem hafa talist íhaldssamari eins og verkalýðsfélag hjúkrunarfræðinga, þau samþyktu og læknar til dæmis, þau samþykja það að vera inn í þessi kjaranefnd og þessi kjaranefnd hefur ákveðið kjörin. En það hafa verið og kjaranefndin hefur hennan rammað, hún hefur fjármagn sem stendur til boða frá ríkinu og svo ákveðnar til dæmis leiðréttingar innan millistétta og uppsöfnaðu verðbólgu. En vandamálið er það að sérstaklega eftir að til dæmis heilbrigðisstarfsfólk, og þá erum við ekki bara að tala um hjúkrunarfræðinga og lækna, heldur líka fólki á gólfinu, alla sjúkraliðana til að sjá þrif og svo framvegis, voru búin að vinna myrkran á milli í COVID og skertum þegar kjörin þeirra hafði verið að skerðast og þess vegna var það allt brjála þegar þessi ríkið var að bjóða upp á 4% hækkanir og vildu bæta 1% við þetta hjúkrunarfræðingu sem eru búin að horfa upp á stórar kjaraskerðingar frá 2010. Þannig að þetta gerir það til dæmis að verkum að hjúkrunarfræðinga boðuðu verkfall í fyrsta skipti í 100 ár. Þetta voru talið svona með íhaldsamari verkalýðsfélögum. Þau voru gersamlega búin að fá nóg. Og ríkisstjórnin neitaði að semja, neitaði að ganga samningaborðinu. Fyrr en var komið mjög nálægt verkfalli, þá allt í einu samþykktu þeir að ræða við sjúkrunarfélag kjör. Þeir sögðu, við ætlum bara að ræða starfsumhverfin. Það var þeirra mantra. En þannig að ríkisstjórnin allavega komin að borðinu, en það sem á eftir hugsanlega hjálpa þessu fólki er það að verkalýðsfélögin að ná mjög góðum árangri gagnvart einkafyrirtækjunum. En samningar við opinberu stéttirnar, þeir eru eiginlega allir eftir og þar eru mikil átök, þar eru boðuð verkvöll, þar er ekki einhver svona verkvöll eiginlega, ekki kannski hvern einasta dag í Breitlandi, en það fer nærri því að það sé eitthvað í gangi svo til í hverju viku. Jú, það sem gerist stundum er það að
að verkalýðsfélög, þau boða sko, verkföllin eru oft boðuð kannski 2 daga eða 48 stundir hérna. Með löngu fyrirvara, maður sé það að þið boða verkfall eftir 6 vikur í 2 daga. Það reyndar líka gerir það að verkum að það er mun strangari vinnulöggjöf hér og margir horfa til þess til dæmis á Íslandi að breyta þessu, það far vegna þess að verkalýðsfélög þurfa að fara í gegnum margar svona lykkjur til þess að komast til þess að geta boðuð verkfall og það með eru þau boðuð með löngum fyrirvara og oft eru þau boðuð með stuttan tíma og það er mjög sjaldgæft að sjá að menn var labbi bara út en það gerist, það kemur fyrir að menn labbi út og bara segja við förum ekki að vinna fyrir en að við erum búin að ná samningum eða fá alvöru viðtal við þá sem að viðsemjendur. En hvernig eru stjórnmálin, það er ennþá að grafast undan fylgi íhaldsflokksins, verkamannaflokkurinn stendur ágætlega í skoðanakönnunum en það er langt í kosningar. Það er langt í kosningar, ég held að það þurfi nú ansi mikið að gerast að verkamannaflokkurinn vinni ekki næstu kosningar. Íhaldsflokkurinn er rjúkandi rúst, þeir eru búin að gera sér það mikið sjálfur og þeir eru komnir í svona desperasjón, sko. Það sem að pólitíkin er snúast hérna núna er að setja sko dragons eða sko bara harkaleg lög á innflytjendur eða fólk sem er að sækja hæli og lögin gera eiginlega ráð fyrir því að fólk verið handtekið að kemst til landsins og verið bannað að sækja hæli sem eru brot á alþjóðlega samlöngum en það hafa dómstól að stoppa svipað dæmi áður og sko kaldhæðin er svo að fólk sem að kemur frá sko Afganistan eða bara og þá er þetta jafnvel fólk sem voru að vinna fyrir breska herinn og svo framvið þetta fólk, það hefur engin aðra leið, það er engin leið fyrir fólk sem er í Frakklandi til dæmis og vil komast til Bretland, það er oft vegna tungumála þekkingar, til dæmis fólk sem kemur frá enskumælandi svæðum í Afríku og það geta líka verið ættingjar sem að þeir eru að reyna að sækja heim þannig að það er töluvert af fólki sem er í Frakklandi, vill ekki sækja þar en vill sækja í Bretlandi en það má það ekki, það getur ekki sótt í Bretlandi hæli nema það komi til landsins og taka sem dæmi, ég var að sjá í fréttum áðan að 80% af fólki sem er að koma frá Súdan þar sem annað svona linga franka þeirra hefur verið enska, þetta komið ensk nýlenda, þannig að það sækir meira til Englands og endur eru fólk af súdönsku uppruna miklu fleiri í Bretlandi. 80% af þeim sem koma hingað og hafa sótt hæli frá Súdan hafa fengið hæli. Þetta fólk getur ekki sótt það utan Bretlands og núna er sko stjórnin að segja það að já, ef þú kemur til landsins og sækir hæli, þá ertu lögbrotur og við ætlum aldrei að gefa þér hæli, þú verður að fara í gegnum löglega leið, en það er engin löglega leið. Ástæðan fyrir því að sko ríkisstjórnin er svona upptekin af þessum er það að hún er að sko það er engin af fólki sem ég þekki að umgengst, hvar sem það stendur í pólitíkinni er að tala þessa báta og innflytjendurna sem eru að koma til landsins. Þetta er smá hópur íhaldsarmakar kjósenda sem er alveg brjálaðir yfir þessu og ríkisstjórnin er að reyna að búa til mála þessu. Það er engin að tala þetta til dæmis hérna í London, hvort sem að menn eru í stuðningsmenn íhaldsflokki eða ekki. Það er allir uppteknir af kostnaðinu við að lifa og að fólk er að horfa upp á það að sko kjör þeirra hafa snar versnað vegna þess ekki bara heildarverðbólga í kringu 10% heldur er sko orkukostnaðar sem við erum blessunarlega laus við á Íslandi hefur sko 5 til 8-faldast. En betur, Guðmundur, af hverju eru stjórnvöld þá að grípa til þessa aðgerða? Það hlýtur að vera til þess að styrkja fylgi sitt. Ekki eru þeir bara að tala inn í hóp sinna íhaldsamasta hóps íhaldsflokksins. Heldur hljótar að sjá það að þau eru að skora þá eitthvað hvað í norðurhéraðunum eða hvað? Sko, það er eitt sem að
sko ef þú skoðanakannanir þá alveg góður hópur, jafnvel í norður hér þessu svo kallar rauða beltistegin gekk mjög vel, sem svona skeptískur á innflytjendur almennt, þeir voru að tala við það. Og þeir eru að reyna að hræra þetta upp og gera stórmál úr þessu vegna þess að þeir búast við því að reyna sko svona hvetja fólk til þess að fólki kaus íhaldsflokkinu út af Brexit seinast, fyrst og fremst. Og núna er þeir búin að reyna að búa til annað mál til þess að ná í þessi atkvæði. Vandamáli sem þeir snúa að þeim, að þó að við getum sagt í ákveðnum kjördæmum, sé kannski sem að þeir eru að berjast við verkamannaflokkin, kannski 55% vilja stöðva innflytjendur eða taka hart á innflytjendum, að þá er þetta sama fólk að berjast í bökkum. Og staðan er einfaldlega svo að þó að íhaldsflokkur sé að reyna að gera þetta stórmáli, að það að geta ekki hita húsið sitt að eiga mat fyrir börnin sín vegur bara miklu meira núna heldur en þessi innflytjendur. En íhaldsflokkurinn ætlar ekki að laga lífskjarakrísuna, hann ætlar ekki að gera það ódýrar að hita húsnæðið. Þess vegna vill hann setja þetta mál á dagskrá í vonum að það verði kosið út frá þessu, að þegar verkamannaflokkurinn kemur til næstu þingkosninga þá geti íhaldsflokkurinn sakaðan að ætla að opna landið, svipað og kosningabaráttunar í Brexit voru, þess að voru myndir voru ekki Tyrkir sem áttu bara að flæða yfir hæðina og taka yfir England. Og Tyrklandi var ekki í Evrópubandalaginu. Það er ekki alltaf spurt af því, það er ekki að vera satt. Það er eiginlega verra ef að lygin er sönn. Þetta er nákvæmlega það. Það er sko, eina leiðin til þess að ráðast gegn lífskjara skerðingunum sem hafa komið núna er það að ríkið niðurgreiði haldi áfram og niðurgreiði meira til dæmis orkukostnað og það er töluvert mikið fjármagn til þess að hjálpa til með slíkt og það að hjálpa meira sveitafélögunum til þess að sjá þá sem verst eru staddir. Ríkisstjórnin er ekki tilbúin að gera þær skattahækkanir sem er auðvelt að gera á fyrirtæki og setja hvalrekaskatt á orkufyrirtæki sem eru búin að græða svakalega, þau eru ekki tilbúin að gera það vegna að þetta eru aðilarnir sem styðja best við baki á þessu. Þetta eru ólíkarkarnir sem toga í spottanum innan íhaldsflokksins. Og þá eru þeir í þeirri stöðu, annarkvort þeir verða að annarkvort verða stórhækka skuldir og það vil ég ekki gera vegna þess að þá getur markaðurinn farið til andskota. Það ætlaði þingmaður, hún ætlaði fyrrverandi forsætisráðherra Liz Truss, hún ætlaði stórlækka skatta sem hefur þótt grífulega hækkari skulda. Þannig að þeir eru að reyna að vera íhaldsamir af því. Það þýðir það að þeir get ekki veitt kjör, almenningi þau kjör sem það þarf á að halda. Og þess vegna er verið alltaf að búa til þessi mál út úr innflyttingum. Brexit var annað mál sem var svona að vera að veifa framan í. Vegna þess að skoðanakannirnar sýna það er ákveðin sterkur hópur manna, sérstaklega utan London, sem er skeptískur á innflytjendur, en ég held að þessi bara, ástæðan fyrir því að íhaldsflokkurinn er ekki að uppskera út af þessum málum í skoðanakannunum, er það er bara önnur mál. Sko ef þú getur spurt sama einstakling sem ég vil stoppa, ég vil stoppa innflytjendur algjörlega. En hvað er mikilvægast er það mikilvægast að pólitíska máli? Nei, ég þarf að hafa efna því að hita húsið mitt og matinn á morgun. Herðu Guðmundur, takk fyrir að segja okkur frá pólitísku ástandi í Bretlandi og ekki síst góðum árangri af verkalýðsbaráttu og verkvöllum. Við ætlum núna... Takk fyrir, ég held áfram að fylgjast með. Það er kæra þakki fyrir það. Nú ætlum við að vinda svolítið hvað okkar í kross. Við ætlum að fjalla setja fyrsta viðtalið af nokkrum sem verður með svona á næstu dögum og kannski vikum sem eru viðtöl sem að María Pétursdóttir tekur við fólk þar sem að segir okkur sjúkrasögu sína. Hugmyndin er bæði að við fáum innsýn inn í heilbrigðiskerfið og líka stöðu sjúklinga gagnvart kerfinu og sumuleyti líka gagnvart samfélaginu. Sjúkrasaga hér eftir augnablik.
Já, við höfum áhuga á fólki hér við Rauðaborðið og lífsbaráttu fólks og við ætlum að fara í gang með smá sirpu núna af sögum þar sem við ræðum við fólk sem hefur gengið gegnum sjúkdóma eða veikindi og svona sjá hvernig bara fólk hefur tekist að kljást við það og hvernig samfélagið hefur gripið það. Ég ætla að byrja á því, ég með hérna góðan gest í dag sem er hann Guðröður Atli Jónsson. Velkomin. Þú ætlar aðeins að segja mér frá veikindum sem að þú hefur gengið í gegnum. Já, kannski, þetta er orðið löng saga. Já, þetta er orðið löng saga. Ef kannski bara byrjaði að spyrja það aðeins, bara hvaðan ertu hérna úr Reykjavík eða? Ég átt heima í Reykjavík frá 16 ára aldri, en þar á undan þá ólst ég upp í sveit, í Flóanum, rétt hjá Selfossi, frá 6 til 16 ára aldur. Já, já. Svo fór ég hingað í skóla og hef verið síðan. Já, einmitt. Og þú hérna veikist í rauninni þegar þú ert hvað? Já, ég sko greinist, ég greinist hérna 25 ára. Já. Og það var svona æxli í heila. Og ég man ennþá eftir því í dag þegar innkertaseffræðingurinn minn hann orðaði þetta svo að það væri smá fyrirferð á röntgenmyndum og síðan var ég boðaður upp á tauga og skurðlæknasvið og hittir þar hérna taugaskurðlæknir og ég man eftir að hann var bara með svona A4 mynd og hann beindi bara svona gegn ljósið og ég sá að æxli var alveg 4 centimetrar og var bara alveg við sjóntaugina og slagaði hennar og ég man ennþá að þetta var svona þú veist, það fær maður svona þú veist, annarkvort að maður að berjast eða að flýja sko, moment. Já, bara fight or flight. Já. Og hérna og síðan var ég bara, hann sagði bara já við þurfum að gera þetta bara sem fyrst og ég var bara komin í skurðaðgerð nokkrum dögum setna Þannig að þetta hefur í rauninu bara gerst þarna alveg rosalega hratt að þú færð greininguna fyrirferð það er þarna einhver fyrirferð fyrirferð, það er það sem eru notuðu En þetta svo eru náttúrulega til einhverju svona mismunandi tegundir að æxlum með það ekki? Jú, mér langar aðeins að byrja að því sko, ég held að fólk ég erfitt með að skilja þennan sjúkdómnum að ég útskýra aðeins fyrst. Já. Þannig að ég myndi kannski bara byrja að sýna læknin ef við myndum sjá mynd. Þetta er læknirinn sem að fyrst lýsti þessum sjúkdómi og hann má vel að segja hann að við erum uppi og Viktor í tímabilinu og hann lifiði ótrúlega lengi alveg til seinni heimsstyrjaldar og hann lýsti mörgum sjúkdómum og var hann sem að gaf sjúkdómunum nafnið akromegali. Á íslensku hefur verið þýtt æsisvöxtur. Æsisvöxtur? Já, æsisvöxtur. Og menn á þessum tíma þá kannski þá var náttúrulega ekki hægt að gera neina skurðaðgerðir á því sko og hérna menn voru ekki komnir með sko íþer eða þú veist svæfingarlyf þannig að þetta var allt saman postmortem eða þú veist þetta eftir dauða rannsóknir. Það voru að krifja fólk bara og skoða og hérna ég held að sé best svona fyrir Íslendinga kannski að tengja við þetta að það er sko hérna önnur mynda þessi sjúkdómi en er samt samig sjúkdómurinn byrjum á þessu sem er kallað æsisvöxtur
Við myndum sjá næstu mynd. Þetta einmitt hann sem að hann hérna Perry Murray tók. Þetta hans sjúklingur og þá sést hversu mikið sjúklingarnir afmyndast vegna þess að þetta eru hormónaframleiðandi æxli og í þessu tilfelli er hormónin sem framleiðist vaxtarhormón eða human growth hormón og ef við reynum að skoða eins karaktereinkennin þá hann náttúrulega benda á það að hann sé með stóra hendur og þá það ekki endilega lengdin heldur þyktin og bólgur bólgur í fingrónum einhvern veginn já. Það er sko talað hérna akromegali þegar þetta gerist eftir kynþroska eftir að þú veist æxlisvöxturinn komið fram eftir kynþroska þegar beinun eru búin að læsast en það er samt þannig að það er bein sem að vaksa alla ævi það er til dæmis kjálkabeinið eins og sést og oft fá akromegalíar hérna svona þækkar kjálkabeinu svo mikið að hérna tennuninni neðri gómi verða svona, það kemur svona bíl á milli þeirra það gerist ekki í mínu tilfelli og oft þá hérna náttúrulega stækkar nefið og hérna já og kjálkabeinið og hérna tunga í mín tilfelli þá stækkaði tungan líka og örugglega nefið eitthvað líka svo náttúrulega líka fætur það sést ekki á þessu en ef við skoðum næsta ef við skoðum næstu mynd þarna er Jóhannes Risi og ég held að Íslendingar þekki hann hann er svo sem að var frægur í Hollywood bara þegar eða í Ameríku eða já, hann var bara, já þarna er hann einmitt á sýningu hann var bara eiginlega sirkusmaður hann lék líka kvikmyndum og eitthvað fleiri sko og ég held að hann hafi búið eiginlega meiri hlutan ævi sinni í Bandaríkjunum og svona sá fólk fyrir sér á þessum tíma fyrir tíma heilbrigðiskerfis þá var sáum hann fyrir sér svona fríksjó og hann var svo sannlega að vinna við það og munurinn á Jóhannesi og mér er það að hann fær æxlismyndun áður en að kynþroski kemur og þar að leiðandi hérna stækka leggbeinin og öll þessi bein sem að já, meðan hann er ennþá að vaksa í rauninni já. Ég held að hann hafi náðu að verða sko 2,20 til 2,30 jável 35 en hann var samt frekar léttur hann var svona 135 kíló en hann sérst í rauninni var með hennar sama sjúkdóm já, alveg nákvæmlega sama hann sérst hérna æxli sem er hérna hormón framleiðandi við heiladingul heiladingul á ensku eru pituitary gland og hérna ef við skoðum svo næstu mynd þá eru þetta í rauninu bara kirtilæxli og þau geta verið í nokkrum myndum það getur verið svona virk kirtilæxli og það getur það annað hvort verið svona hérna growth hormón, akromegali svo getur það líka verið hérna laktós eða hérna sko hérna það sem örvar brjóstvöxt og brjóstaframleiðslu prolaktín hérna kirtaæxli og ef maður sér það á þessum tölum að þetta er hérna bara svona personal diary það er svona dagbók hjá skurðlækni og þetta eru öll þau tilfelli sem hann hefur unnið að þetta er eitthvað svona kannski og þá sjáum við að svoleiðsæxli eru algengari heldur en akromegali og svo er hérna það sem er kallað Cushing disease og já, hann allavega virðist vera bara svo svipa algengur og akromegali það verður líka til afmyndun og það sem að þessi stökkbreyting á frumum og
æxlisvöxtur, það verður til þess að það verður offramleysla á kortisóli. Það kannski kannast margir við að svona nýaldar fólk, það er alltaf að tala slaka og við skulum ekki vera auka kortisóllosum. Kortisóli er streituhormónið. Það er streituhormónið. Streituhormónið er okkur alveg nauðsynlegt því að ef við værum ekki kortisól, þá myndum við aldrei gera neitt. En svo náttúrulega leið þá þurfum við líka að fara í endurhæmt sko. Þannig að þetta þarf að fara í bylgjum. Já. Þannig að það er í rauninni til sjúkdómur með æxlisvexti sem að eykur kortisólið umfram eða sérst óhóflega mikið eða hvað? Já, kortisóli framleiðist aðeins í lifrinni og þegar heiladingullin er aðalega svona, hann framleiðir svona stýrihormón sem að virkar skjaldkirtil, virkar nýrnarhettunar, virkar eistu eða eggjaleiðara og líka vökvastjórnum, það er hversu þétt nýrin eru. Og í mínu tilfelli þá var ég frekar óheppinn að þegar að æxlið var fjarlægt þá fór heiladingullin líka. Þannig að ég þarf að vera uppbótar meðferðum við öllum hormónum. Þannig að líkaminn í rauninu framleiðir ekki lengur. Nei, ég vil þá skjaldkirtildin sé þarna. Og ég vil þá eistun sé þarna og nýrnahettunar sé þarna og náttúrulega lifurinn og svona. Þá þú veist er sem sagt sko ekki, þú veist, þá er sem sagt það sem að sko, þá er þessi boðefni eða þú veist, stýrihormón ekki að losna. Nei. En það eru til eitthvað lyf sem að eða einhver uppbúta hormón sem að geta eða leiðrétt þetta að einhverju leyti allavega. Já. Það er alveg til. Já. En þá náttúrulega verður þetta alltaf sko, svona artificial, sko, þetta verður alltaf svona, bara svona hermun. Já, og þannig að ég þarf að taka kortisol og ég þarf að taka skjaldkirtilshormón og svo líka vökvastjórnunin sem stjórna nýrunum, þéttin á nýrunum. Í raun og veru ef ég myndi ekki taka það hormón, þá myndi ég bara þotna upp og það myndi gerast mjög fljótt bara á einu degi eða eitthvað svoleiðis. Svo náttúrulega ég þarf náttúrulega að taka kynhormón, ég þarf að taka karlhormónu, ég sprauta því bara sjálfur á cirka 70-90 daga fresti og ég er örugglega að gleyma einhverju en þetta er svona grunnurinn að þessu. Og svo tek ég líka hormón sko að því að það náðist aldrei allt æxlið og þannig að ég tek niður svona hormón sem á að hamla vexti á æxlinu og minnka framleiðslu á vaxtarhormóni. Hvernig þegar þú sko farið þessa greiningu, varstu búin að vera með einhver mikil einkenni, varstu búin að leita lækninga í einhver tíma eða hvað kemur til að þeir uppgöta þetta? Ég var náttúrulega komið með gríðarlega mikla afmyndun á líkamanum. Já. En ég á þessum tíma hafði bara mjög lélega líkamsvitund og það var enginn í kringum mig, allan ekki eitthvað sem ég hlustaði sem að var að benda mér á. Og það getur verið eitthvað að? Já, það var bara frekar, þú veist, þeir heldur bara að ég var í matafíkil eða eitthvað þannig, sko. Já. Þegar það var ekki þannig, sko. Og já,
en náttúrulega ástæðan fyrir ég greinist það að sykurinn var farin að hækka sem mjög eðlilegt svona hliðarverkun af þessu að vera með hækkað vaxtahormón. Þegar ég greinist þá ég með 20-30 falt magn. Sykri? Nei, af vaxtahormóni. Já, vaxtahormóni, wow. Já, og sykurinn var tónleiku hár, ekki eins hár og hann gæti komist, það var svona kringum 20, hann á að vera svona 5,5. Já. Og þegar sykurinn er komið svona hár þá fara líka að verða til sjóntruflanir, það verður svona kristalmyndun í augnumöggunum. Já. Og þú hættur að sjá og Varstu fann að finna fyrir slíku? Já. Og svo líka var ég bara honum slappur. Ég fór á heilsugæslun og hélt að ég væri með flensu. Síþreyttur og máttlaus og ég var samt alveg, það var ekki það að ég væri hættur að vinna eða eitthvað svoleiðis, ég hélt áfram að vinna en Hvað varst að gera áður þegar þú hvað varst að vinna? Ég var verslunarstjóri á Dominos en þar á undan hafði ég verið ég menntaði mig sem ég var í vélskólanum ég hafði þá líka verið á sjó og allan á þessum tíma þá var ég verslunarstjóri í Dominos og Og fékkstu strax á heilsugæslunni þú voru fengið einhvern veginn þú voru alveg tekin alvarlega og svona svo oft sem að maður að heyra sögur af fólki sem að einhvern veginn fær ekki rétt að eða fær ekki einhvern veginn ekki vísa rétt að leið. Já. Nei, hann kveikt alveg á þessu. Hann kveikt á þessu. Já. En hann vissi ekki að væri með agromegali. Hann samt Kveikt á að það væri eitthvað Já, og náttúrulega ég var með þessi klassísku sykursýkis einkenni tíð þvaglát, mikill þorsti og þreyta og hann tók líka eftir að ég var með bólnar hendur það var svo þannig að maður ýtir á húðina þá svona eins og það sé memory foam svo komið hóla og það náttúrulega merki bólgur og ég veit ekki háan blóðþrýstingu og eitthvað en ég myndi kannski vilja sýna næstu mynd þetta bara svona náttúrulega ef kannski bara skoðum bara næstu eftir þessu ég eiginlega búin að tala allar þessar Þarna þú Þarna ég og eins og ég sagði ég var sveitastrákur og æði glímu á Suðurlandinu og mér finnst þetta svolítið flott sería því að ég þarna frá 15 ára til 19 ára og við sjáum að það bara svona eðlileg breyting frá 15 til 16 og svo lítil breyting frá 16 til 18 en síðan gerist eitthvað á milli 18 og 19 og þarna held ég að ég hafi verið komið með æxlisvöxt og vaksta og hormón eða vaksta hormóna æxli og þannig að ég held það að ég hafi verið með þetta æxli í 6 ár og náttúrulega og þetta náttúrulega afmyndaði mig mikið Þegar þú hugsaði tilbaka þarna manstu til þess að hafa verið með einhver einkenni þarna byrjaður að finna eitthvað Já, ég tók eftir húðsliti þannig að þú hefur verið byrjað að stækka Já, það samt sem ekkert óalgengt en ég var samt ekki beint offitusjúklingur þannig að kannski það var ekki alveg að passa það var ekki að passa en ég það var ekki að passa En þegar að þú síðan færði þessa greiningu fannstu þú talar um hann með fight and flight hann að þeirra læknirinn í raun að sína þessa mynd
Hvað flög gegnum hugan? Varstu bara áttaður á því hvað hann var að sýna þér? Já, allar að nógu mikið til þess að vera döð skelkaður. Já, einmitt. Og æxli var mjög stór. 4 centimetrar. Fórstu í eina aðgerð eða fleiri? Já, ef ég kannski fyrir að koma að því setna, skoðum á næstu mynd, þá ég þarna að glíma, þetta árið 2000. Já. Og þarna myndi ég segja að ég væri alveg komið með mikið af akromegaly einkennum. Já. Já, ef ég segi hérna já, ef ég segi hérna frá fyrstu aðgerðinni já, þá það var sem sagt 2003 í ágúst og það var að koma megavika þá held ég að megavikunar hafi verið að byrja aftur eða eitthvað svoleiðis. Dominos megavika. Já. Og ég held meirist að, já. Og ég var til dæla nýtekin við búðinni og ég gerði náttúrulega bara eins og skurðlæknirinn lagði til, fór í aðgerðina og ég man eftir að það var mjög erfitt að vakna sko. Það voru miklu verkir og þannig sé þá náði ég mig fljótt að þetta raun og veru ekkert svo ingressmikil aðgerð. Þetta semst gert með endoskóp eða speiklun. Ég held að sé notað það semst sko svona myndavél, þá sko farið með myndavél upp í aðra nösina og þar farið í gegnum bein og heiladingullinu mitt situr þar. Er þá einhvern veginn farið í gegnum bein, er þá einhvern veginn borað í gegnum? Já, það borað í gegnum beini, það byrjaði að brenna í gegnum slímhúð og svo borað í gegnum 2 bein. Til að komast inn í heilan einhvern veginn? Já, komast inn í heilan, já, hérna meginn frá og það myndi að því að heiladingullin situr þarna. Heiladingullin cirka svona stór eins og ég veit ekki hvað, gul baun eitthvað svoleiðis, en hefur gríðilega miklu hlutverki að gegna í líkamanum. Já, þetta var semst fyrsta aðgerðin og það kom fljótlega í ljós að þótt svo að skurðlæknirinn var gríðilega ánægður þá náði hann ekki öllu æxlinu sem kannski bara skiljanlegt með hvað það var stórt og og það sást í blóðprjófunum. Ég var ennþá með tífalt meira af vaxtarhormóni í blóðinu heldur en áttir að vera. Já. Þannig að ég fór í aðgerð 2005 líka á Landspítalanum í Fossvogi og það var sami læknirinn og ég man eftir því að innkirta sérfræðingurinn og skurðlæknirinn voru ekki sammála að hvort að ég ætti að fara í aðgerðina. Úff. Og hvernig leiðir það? Ég trúði náttúrulega frekar, þú veist, ég meina, mér fannst rökin hans innkirtlasærfræðing mjög góð að því að hann sagði bara, herðu, blóðpröfun að sína það. Það eitthvað þarna eftir. En skurðlæknir sagði, nei, þetta ekki þess áhættuna virði. Já. Og hann reyndi að láta mig hætta við. Já. Hann sagði, þú skalt ekki láta einhvern læknir þrýsta þig út í lífshættulega aðgerð. En ég svona, eftir að hyggja það var rosalega skrítin ákvörðun að ég skildi ekki að hlusta á skurðlæknin en það skiptir ekki máli en hann semst gerði aðra aðgerð
og hann lýsti þeirri aðgerð bara árangurslausa allan við mig og ég hef það svona tilfinningun að það sé kannski ekki endilega alltaf svona heiðalegt feedback fram og tilbaka á milli sérfræðinga að það sé þá einhver samkeppni eða hvað heldur að sé? Akkur heldur að sé ekki heiðalegt feedback? Sko, skurðlæknir er alltaf bara hættur að sjúklingurinn deyja á borðinu. Já, einmitt. En innkirtlasérfræðingar, hann segir bara, herri, já, ég sé þetta bara í tölum. Því að hann mun síðan ekki bera ábyrðina á skurðborðinu beint. Já, þannig að þetta er svolítið svona. Já, og þessi skurðlæknir var ekki búin að gera margar aðgerðir. Já. Svona aðgerðir ekki gerður lengur á Íslandi. Að þetta er of sérhæft. Já. Fólk sendt eitthvað til útlanda þá? Eða? Það er sendt á Sahlgrenska eða Karolinska. Ok. Já. En þínar aðgerðir voru gerðið hérna? Já. Nei, og svo hérna eftir þess aðgerð, það náttúrulega kemur í ljósa, já, ég er ennþá með tífalt vaxtahormón og þá er ég komið með annan innkirtlasérfræðing. Gunnar, hann var orðinn gamall, hann hafði komið að fara á eftirlaun það var 2007 því frábæra ári þá ákveði að senda mig til Gautaborgar Sahlgrenska og innkirtlasérfræðingur minn hérna á Íslandi heitir Helga Ágústa hún er ágætlega þekktur innkirtlasérfræðingur, það eru margir sem kannast við hana. En ef við myndum kannski ekki sína næstu mynd þá er þetta hann Óskar Ragnarsson, hann er búin að vera mjög lengi í Gautaborg og hann er vestmanningur. Hann lamaðist í sundlauginu á Selfossi í sundkennslu. Já, hérna. Bara úlingur. Hann var að stökkva aftur fyrir sig og lendi með hausinn á bakkanum. Jesús skoður, já. En er læknir? Hann er mikill sérfræðingur, mikill innkirtlasérfræðingur. Og ég með hitti hann þar. Þannig svo fyndið að við erum Íslendingar eiga lækna út allt, sko. Ég var einmitt að hugsa, já, það var einhver þáttur að fara í gang það sem átt að tala við arkitekta í útvarpinu, af því þeir væri út allan heim og eitthvað svona og ég hugsaði einmitt, hvað með alla læknana því við hefum alveg frábæra lækna út alla tressur. Það er mjög máli, þeir eru ótrúlega við það og þeir koma alls ekki heim. Nei. Ekki allir. Nei. Ég held mér þess að það sé bara kannski 40% sem kemur heim. Ég veit það samt ekki. Já. En já, Óskar, hann myndist mjög vel. En núna var ákveðið að fara í aðra aðferð. Og ef þið kannski sitið myndavélun á mig, þá kannski þá var reynilega að fara í það, ef við sjáum að það er svona ör hérna, þá var reynilega að fara í það í staðin fyrir að fara í gegnum nefið. Það var nefið hreinlega skorið og flatt til hliðar og þar alveg ertu komið með betri aðgang og allan ég mann það þannig að sá læknir hafi líka lýst þetta árangarslaust. Ég var mjög veikur á þessum tíma. Ég var með svarta bauga, ég var 170 kíló ég meira þess að fór í gáttaflökt í aðgerðinni og ég var bara heppin að lifa þessa aðgerða mjög heppin. Þú er ekki verið í rauninni góðu formi til að vera í aðgerðum? Nei, alls ekki. Alls ekki. Raun og var þetta rosalega mikil á þetta, sko. Æmjöld út af því hvernig helsu farið bara var aður. Það er náttúrulega hluta því er náttúrulega agromegalegar, þeir eiga hætt á því að fá æðasjúkdóma, bæði háþrýsting og
æðakerfi breytist líka þykkari húð Þannig að sjúkdómurinn hefur í rauninni sko ekki hjálpa til að ná batanum eða því sem þurfti til þess að ná bata. Nei. Ég man sko, ég held að hann hafi heiti Markus eða Mark sem að gera þetta. Já. Og mér minnir alveg endilega að hann hafi sagt að þessi aðgerð hef ekki búið árangur. Hann hafi tekið eitthvað en var ekki vissum hvort það væri æxlisvöxtur eða bara svona viðgerða tissjú eða svona viðgerða vegur. Og það náttúrulega þegar það einu sem búin að fara inn einhvers staðar þá verður til viðgerða vegur og þar að leiðandi miklu erfiðar að greina á milli og já. Fórstu aftur í aðgerð eftir þetta síðan að? Ekki skurðaðgerð. Nei. En innkirtlasefræðingur minn á Íslandi gafst ekki upp og þau ákveða að senda mig í geislun og þá var það gammanýf. Það eitthvað sem ekki til á Íslandi allan að ég veit ekki hvort það sé til núna. Nei, ég efast það. Og þau byrjaði að senda mig til Karolinska og sá sem tók á móti mér þar hann sagði bara nei. Bara við erum ekki að fara að gera þetta? Nei, bara þú passar ekki í vélina. Þú passar ekki í vélina? Ok. Ég var samt ekki rosalega stóri, ég menna hvað ég 192, ég var náttúrulega svolítið þungur sko. En hvað hugsaður, já. Þannig að það frestaðist og þau þurftu að senda mig þá til Virginia, Charlottesville í Bandaríkjunum. Og ef við sjáum næstu mynd þá er svo mynd þaðan. Og þarna búin að setja ramma á mig. Skrúaði einhvern veginn saman. Já. Svona skrúað inn í beini sko og þetta er alltaf gert til þess að því að hausinn má ekki fæðrast neitt með þú ert í geisluninni já. Þetta er svona gamma geislun það má ekki hreyfast og þetta þarf að vera gríðarlega nákvæmt og þetta er náttúrulega mesta jónaða geislun sem til er og þessi geislun virðist hafa borið árangur. Var þetta ekki sársokafullt að fá þess að vera skrúaður svona? Nei, reyndar ekki sko. Þeir voru búin að dópa mig svo mikið sko. Ég var að deyfa þig einhvern veginn bara alveg. Já, hérna er. En það fann til eftir á sko. Já. Reyndar sko margir akrómiklar tala mikla verki og liðverki og slitgigt til hluta og svo alls konar svona liðverkir. Ég virðist hafa mestu sloppi við það. Ef við skoðum næstu mynd þá er ég nýbúin að kynnast konunum minni þarna erum við í Charlottesville og þarna sérðum þetta ég er með bólgið auga eftir þetta með svona nett hálfgert glóður já þannig vorum við búin að vera saman í 1 ár og einhverja mánuði það breytti lífinu mjög mikið ég var búin að einangrast mjög mikið í gegnum veikindin ég hélt áfram að vinna eftir fyrsta aðgerðina og eitthvað eftir aðra aðgerðina og bara einhvern veginn þá var ég bara svo illa félagslega tengdur og einhvern veginn heitin í heiminum sko þó svo ég eigi stóra fjölskyldu sko það er ekki málið það er bara ég var eiginlega bara einn í íbúðinu minni sko rétt fyrir fyrsta aðgerðina 2003
þá var ég nýbúin að kaupa mér íbúð og ef maður hugsaði að í dag þá er ekki margir 25 ára sem að ná að kljúfa það að kaupa sér íbúð, nei. En ég náði að kljúfa þetta, þú sagði að ég væri bara í verkamanna starfi og hafði verið eitthvað sjó og svona en þá náttúrulega var húsnæðiskerfið allt öðru sig þetta var rétt árið að Framsóknarflokkurinn kom í 90% lánin en það var mikil gæfa ég oft hugsaði ef ég hef ekki keypt íbúð á þessu tíma þá hvar var staddur? Já, hvar var ég staddur? Já, með mitt og það var ekki nokkur leið að ég hefði getað rekið heimil í öll þessi ár ef ég hefði ekki verið með þessa íbúð sko. Og svo náttúrulega ég fæ viltu tala eitthvað kerfið? Já, bara endilega og hvernig greip kerfið þig? Greip það þig? Þú fær greiningun allavega og þeir eru stýrt svona réttar leið inn í heilbrigðiskerfinu kannski. Ég myndi segja að það hefði alls ekki gripið mig sko. Nei. Það var reynilega bara aðgerðin og ég síðan bara kóðuna niður í vinnunni, ég get ekki meira. Já. Og þá tekur ekki neitt við. Það er ekki, ertu sjúkraskrifaður eða ertu þegar það gerist eða þarftu einhvern veginn að fariðu einhverja aðstoð einhvern veginn í gegnum heilbrigðiskerfi þá eða bara ekkert? Það var eiginlega bara ekki neitt bara ekki neitt. Ég reynda fékk að fara á Reykjalund í einhverja mánuði í gegnum heimilistaknin annars var ég bara í gríðarlega einangraður og var alveg rosalega þunglindur og tilgangslaust allt saman og þunglindur er einmitt eitt af einkennum akromegali og náttúrulega líka það bara að vera að veikjast og upplifa að maður sé máttvana að maður sé þú veist veikur það var mjög erfitt fyrir mig, mjög lengi, mörg ár. Ég raun og held ég að sé ennþá sko. Rosalega erfitt að það er mjög slæmt fyrir sjálfsmyndina og svona trúna á maður geti gert hitt og þetta. En svo náttúrulega kannski er það líka bara já en svo náttúrulega ég dett þarna út á vinnumarkaði sko eftir ég kynnist konunum minni byrjaði ég aðeins að fá heilsu aftur ég byrjaði að reyna að fá stækjumstörf og þá tek ég eftir því að það vinnumarkaðin er bara ekkert opinn fyrir fólki sem mig og ég veit að margir trúa þess ekki en það er svolítið þannig ég var meist að sækja bílstjórastörf bara svona eitthvað sem að þarf bara bílpróf sóttu við mér AHA sóttu mér Orkuveitunni þjónustuver alveg bara út allt sko svona alls konar störf sem ég held að ég myndi gera ekki eitthvað sem að ég væri alveg örugglega ekki hæfur í en aldrei boðar í viðtal aldrei nokkuð tíma og sagðurðu frá veikindu þínum í atvinnum viðtölum með það? Nei, ég fekk aldrei atvinnum Þú fekkst aldrei? Nei, þú fekkst aldrei viðtali? Nei, aldrei fengið viðtali og já, í ferilskráni náttúrulega þetta er bara eitthvað þannig að ef að fólk sér það er eitthvað gap í ferilskráni já þá er bara búið að afskrifa fólk og svo er það nefnilega líka það skiptir máli hversu vel félagslega tengd fólk er segjum svo ef að ég hefði verið vel tengdur
inn í einhver ætt sem að væru fyrirtækja eigendur. Já, þá er þessi geta talað við þannan. Já, ég held að margir komast þannig inn, sko. Og ég held að það sé bara alveg gríðarlega algengt á Íslandi. Já, komast aftur þannig inn og ég myndi heyri stundum það, sko, þeir sem að kannski veikjast, kannski svona í kringum 40 eða eitthvað eða 60, þeir geta farið tilbaka, jáfnvel þó þeir séu með krabbamein eða eitthvað, sko. Og þá skiptir það svo miklu máli, sko, kannski aðgengi fólk hefur aftur að samfélaginu. Já. Í raun og veru upplýði ég mig bara sem útlaga í samfélaginu, bara alveg frá ég hætti að vinna og í raun og veru bara þangað til að ég fekk fósturdóttur 2009, þá fekk ég svona smá gætt inn í samfélagi aftur. Tilfinningu að þú værir með. Já, og það var því ég var svona foreldri í grunnskóla. Já, einmitt. Þá fekk ég svona aðeins að kíkja inn fyrir dýrastæði. Já, einmitt. En þess á milli þá, þetta er náttúrulega gríðlega höfnun, sko. Já. Og það gerir ekki gott fyrir sálarlífið. Nei. Varstu örorkuskrifaður á þessum tíma? Já. Já. Þannig að þú varst með svona tryggar einhverja lágmarkstekjur en ekki í boði einhvern veginn, ekkert í boði í rauninni til þess að hjálpa þér að komast aftur út í samfélagi. Já, náttúrulega ég fekk aldurstengda örorku. Já. Og já. Já, ég held að ég sé bara með fulla örorku. Hvað, er það ekki 75? Jú, það er kallað 75% örorka. Og ég var náttúrulega búin að borga í lífeyrissjóð alveg frá því að ég var 16 ára, sko. Já. Þó svo ég veikist svona ungur. Og að því að það var búið að setja eitthvað aldurstengingu til þess að tryggja það að ungir öryrkjar myndi ekki verða fátækir bara all ævi, sko. Já. Þannig að ég fekk að þessu lífeyrissjóðnum líka. Og tryggingastofnun. Þannig að Þannig að það var allar að nóg til þess að ég geti skrimt það, sko. Já, einmitt. En ég man eftir því samt, sko, á þessi tímabili þegar ég myndi að segja, ég var bara einn, ég talaði ekki við neitt. Já. Var bara rosalega þunglindur. Já, og ítti bara fólki frá mér. Það var alveg frá svona 2005, 6 til 2008. Já, ég safnaði stundum skuldum, sko. Þannig að þetta var alveg erfitt, sko. Já, hann að örorkan í rauninni þrátt fyrir að þú hafi verið búin að ná að eignast íbúð þarna á svona einhverjum þokkalegum tíma að þá samt. Já, þetta var svona, ég leiði mér ekki neitt, sko. Nei, ég fór aldrei út að skemmta mér, aldrei keypt aðfengi, aldrei farið í bíó, bara gera ekki neitt, sko. Já, ég er einmitt ekki típan sem er heima og drekk mig fullan, sko. Ég hef aldrei gert það, sko, og ég gerði það aldrei. Nei, þannig að ég held að margir svona bara, hann lítur að vera í einhverja óreglu, hann lítur að vera eitthvað rosalega mikið aðanum í hausnum. En nei, það var ekki þannig, sko. Nei. Sko, það er líka einn áhugaverður punktur, varðandi Tryggingastofnun. Já. Tryggingastofnun lítur ekki á sitt hlutverk allan svona eins og ég sé það utanfrá. Þeir líta ekki á sitt hlutverk sem að þeir séu þjónandi borgurunum eða þegnunum. Þannig að þegar þú ert að sækja þær bætur sem þú átt rétt á, þá koma þeir ekkert og hringi í þig að hafa samband við mig, herðu, þú átt nú kannski rétt á heimilisuppbót, þú átt kannski rétt á barnalífeyri, þú átt kannski rétt á hinu og þessu. Nei, þeir líta á það alls ekki sem sitt hlutverk að upplýsa. Þú ert að komast að þessu öll sjálfur. Já, og ég var að mynda að hugsa,
þetta ekki eitthvað sem skrifað inn í lög, þetta kúltúr. Já. Þetta kúltúr, það ekki takt að, þetta bara kúltúr innan stofnununa. Já, einmitt. Og svo man ég eftir í sko, þegar maður þurfti að vera að safna lífsseðlunum og kvittunum frá læknum og sérfræðingum og sendað inn bréf, bara í bréfposti. Til að reyna að fá smá niðurgreiðslu. Já, ég var alltaf veikur til að gera þetta. Já, ég gerði þetta aldrei. Ég held að margir hafi ekki gerði þetta. En síðan, sem betur fer, var þetta orðið sjálfvirt og það samt bara frekar nýlega gerst. Já, einmitt. En það sjálfvirt? Það ekki bara þannig að þeir hafi lagt þetta niður? Nei, þeir eru, mannstu, það var ekkit þak. Frekar nýlega þá settur þak og lyfjakaup. Já, það þannig bara, já. Og þeir settur líka þak á sérfræði, eða þú veist á þegar maður sækir þjónustu og heilsugæslu og sérfræðing. Þannig að manns kannski eftir söguna hérna fyrir nokkrum árum þegar krabbameinssjúklingar voru að kannski barga marga milljónir í líf og komugjöld. Einmitt. Og hérna, það nú bara ekkit langt síðan samt maður herðir svona sögur. Já. Einmitt. Þetta miklu skaplegra núna. En hins vegar þá samt svona þetta samt dulinn kostnaður oft sko. Já. Og svo líka svona dulinn kostnaður kannski við einmitt að fólk þurfa að ferðast til og frá læknum og allavegna, já, það bara allavegna dulinn kostnaður sem tengist í að vera veikur sko. Já, svo líka að það búið að handjátna sérfræðilæknina sem eru búin að sérhæfa sig að sinna læknum í bjúrokratíu. Skrifa vottor fyrir sjúklingar sem kemur utan af landi. Fyrir niðurgreiðslu flugu. Skrifa vottor fyrir tryggingalækna, fyrir tryggingafélag. Skrifa vottorðin aftur og aftur fyrir lífeyrissjóðina og tryggingastofnun. Og heilsugæslan náttúrulega gjörsamlega böguð af vottarðaskrifum held ég núna. Hún bara óstarfhæf. Maður fær bara alltaf tíma hjá lækni sko. Þetta eitthvað sem rosalega einfalt að laga. Já, ég get alveg sagt með það eins og þetta tryggingastofnun lítur á sitt hlutverk ekki að upplýsa. Ég til dæmis misti af barnalífeyri af því ég var fósturpabbi 2009. Já. Ég misti af barnalífeyri í mörg ár. Já, það voru bara einhverja milljónir. Já, nákvæmlega. Ég þurfti mér til þess að reyna að fá eitthvað aðeins aftur í tíman. Ég þurfti að sitja það í áfríðan nefnd. Þannig að grimmdin er rosalega mikil. Já. Þetta er svona eitthvað svona grimmdarkúltúr. Og og svona líta á þá sem hafa veikst eða lent í vandræðum, líta á þá sem svona sem einhverja byrði og það þurfum nú að passa þetta lið sér nú ekki að svindla á kerfinu og það skulum alltaf hafa varan á þegar þetta fólk kemur. Það er örugglega að svindla eitthvað. En þannig að þetta er svona hugafar sem er mjög inngróið í þessa stjórnsýslu. Ég held að það sé ekki að laga þetta nema bara að leggja stofnunum niður og byggja nýja. Já, stundum er það þannig. Því að kúltúrin er svo fastur. Þeir voru núna, tryggingastofnun, núna nýlega voru þeir að setja á fót umboðsmann. Umboðsmann sjúklinga. Sem er búið í rauninni, var búið að skipa þeim að gera fyrir margt löngu síðan. En þeir voru aldrei að gera og neituðu að gera. En hún er nýr framkvæmdastjóri, eða nýr settur formaður tryggingastofnunar eða framkvæmdastjóri. Og þannig að maður svona vonar að það breytist eitthvað, en maður óttast að það sé ekki verði ekki hægt sko, en það verður að koma í ljós. En þú staðan þín í dag er eftir öll þessi veikindi og eftir þessa löngu sögu einmitt, þú þarft að taka alls konar lyf og þú í rauninni alltaf að glíma við, þú verður alltaf í rauninni þetta er lífstíðasjúkdómur. Og ég er rauninni bara dást að lifrinu minni að þóla allir þessi lyf. Hlýsi ekki svona 14-15 mismunandi lyfi. Og þaraf eru semst eitt S-merkt lyf sem ég þarf að fara mánaðarlega
Ég er búin að fara mánaðarlega á Landspítalann frá því 2000 og örgulega 4 eða eitthvað sko. Það er búin að næst í 10 ár hverjum einasta mánu. Já, einmitt. Og já. Heldur þú værir annar maður í dag ef þú hefur ekki upplifað þetta, gengið í gegnum þetta allt? Já. Engi spurning. Já. En svona, mér finnst þetta svona rosalega forvitnilegt sko. Já. Sjáðu þarna Mary Perry, þarna franskur innkirtlasérfræðingur. Það var þarna á Victoria í tímabilinu. Þegar Bretland var mesta heimsveldið. Þá voru menn alltaf í því að lýsa hínu og þessu. Lýsa skordýrum, lýsa sjúkdómum. Og þetta var svona mikið kepli að vera fyrstur að lýsa einhverju. Og hans lýsingar bara eiga mjög vel við í dag. Þetta er bara góða lýsingar. Ég var að glugga í þessar lýsingar og það voru bara mjög góðar. Og þannig að þetta hjálpaði læknisfræðinni að skilja innkirtlakerfið. Þarna sáður það verður til æxlisvöxtur þarna. Fólk breytist mjög mikið, það afmyndast líkamlega. Og í raun og veru til dæmis Cushing disease sem hérna kortisolframleiðsla. Það í raun og veru verri sjúkdómur varðandi afmyndun heldur akromegalí. Eða fólk kannski manna eftir leikfangasögunni, ég ekki að segja þetta með einhverju ég vil ekki móðga fólk sem með hennar sjúkdóm, en það samt bara þannig að fólk fær þannig útlitseinkenni. Það verður svona eins og potato man. Mjög litla lappir. Mjög stóran búk. Stóran búk, já. Já, ekki stórt höfuð. Nei. Og hérna það er alveg hræðilega sjúkdómar sko. Og pælti líka bara í því að vera svona víraður allan tíman. Já, einmitt. Já. Heyrðu, já, þetta var mjög fróðlegt að heyra og heyrum hennar sjúkdóm bara líka og maður er alltaf að heyra eitthvað nýtt sko. Það til svo mikið og einmitt ótrúlegt að þeir hafi verið búin að finna í rauninni á Viktoríutímanum allar þessar upplýsingar sko. Já, menn voru alltaf í þessu, voru að keppast við að lýsa skordýrum og grösum og þessum anskotanum. Akkurat. Já, heyrðu. En svo náttúrulega, þú veist, hérna góðsagnir risa náttúrulega augljóslega sönn. Já. Það hefa alltaf verið risar með okkur. Það hafa alltaf verið til risar. Og hérna, það er bara svona komin, þú hefur náttúrulega bara ein raun fundið skýringuna á því hvers vegna voru til risar. Já, það sjálfsögur voru til risar. Já, einmitt. Heyrðu, ég þakka kærlega fyrir komuna og segja okkur aðeins þessa sjúkrasögu og við verðum hér aftur síðar í Rauðaborðinu með sjúkrasögu. Ég ætla að tala við konu sem hefur gengið í gegnum brjóstakrabbamenn í næsta einslagi þetta. Takk. Já, nú ætlum við að tala kannski dauðan eða öll, það sem verra við ætlum að tala böðla. Lára Magnúsdóttir sagnfræðingur hefur verið að leitað böðlum í Íslandssögunni. Mér langar að spyrja fyrst af hverju, af hverju þetta leita böðlum? Það er eiginlega ágætt að spyrja mig að því vegna þess að þetta einhvern veginn svo hræðileg viðfangsefni sem að ég hef verið að einblína á undanfarin ár. Ég hef áhuga á, ég náttúrulega sagnfræðingur þannig ég alltaf bara að lesa heimildir sko fyrst og fremst og ég hef áhuga á
í raun og veru réttindamálum, svona grundvallar réttindum sem eru sko sagt fyrir í stjórnskipunarlögum, hvernig þau koma síðan fram í lögum, hvaða áhrif það hefur, sko, það eru mismunandi stefnur sem að liggja á bakvið þetta og alls konar svona stór málefni sem að hafa samt svo endanum mjög mikil áhrif á það hvernig almenningur lifir sínu lífi og hefur mikil áhrif á stöðu almennings. Og sem sagt hver svona formuleg réttindi fólks sko, já, og það einhverjar sem sagt núna fæðust við með borgarréttindi inn í einhverju landi, en það hefur ekkert alltaf verið þannig, það eru ákveðin skilir sem þurft að uppfylla hérna fyrr á öldum til þess að fá öðlast réttindi og svo gat verið við einhverjar aðstæður fólk framdi þannig hluti sem voru glæpir samkvæmt lögum að þá misti það öll réttindi og það eru mörg orði yfir það misti landvist sem var landvistarleyfi, það mátti ekki eiga eignir, það gat ekki sinnt neinum embættum eða farið fyrir rétt og eitthvað slúðis og þegar menn eru orðnir algjörlega réttlausir og þá eru þeir þá líka þessi sko spurningir um hvað gerir maður við svoleiðis fólk og þá var aftaka ekki kannski öllum tilvikum en lang oftast og þannig að þessin ég að rannsaka líflátsdóma, ég hef líka verið að rannsaka bannsetningu sem kirkjan gerir, ég að skoða hvernig þetta spilar saman og ég ber saman tímabila því að það eru nokkur stjórnskipunar tímabil í Íslandssögunni og svo Megum við byrja þar bara á byrjuninni eða því að við byrjum á Já, ég ætla aðeins, bara fyrir ekki hvað ég með löng svör, ég er svona að nota það að þú sagðir að það væri ekki endilega örstutt, en það sem að sem sagt, gerist að ég fer í gegnum heimildirnar og ég skoða það sem að ég sem sagt finn, en þegar og svo les ég það sem aðrir fræðimenn hafa gert, en þegar og ég reyna að skrifa sem sagt langa sögum í stóru samhengi en þegar ég finn ekki sem sagt hjá öðrum fræðimönnum fullnægjandi upplýsingar eitthvað sem ég að spyrja þá þarf ég að leita því sérstaklega og böðlar eru augljóslega hluti af þessu stóra kerfi að því einhver þurft að sjá að drepa sakamannin og það böðullin, það sá skilningur sem ég legg í orðið böðull þegar ég að leita því og sem sagt ég fer að leita að því sjálf af því að ég finn ekki upplýsingar það annars það mjög lítið verið skrifað böðla og hérna já. En hefur þú fundið í heimildum meira eða þetta furðu lítið með þetta náttúrulega þetta er svona landamæri lífs og dauða, þetta er ekki neitt til starra í Sko það ótrúlega lítið til af heimildum bara aftökur yfirleitt og böðla og ég held að það sé vegna að þannig var réttlaust fólk af því þegar það verið að skrifa skýrslur og svo leiðist þá yfirleitt verið að tryggja einhver réttindi eða halda einhverjum upplýsingum til haga og þegar það var búið að dæma réttindi af mönnum og það átt að drepa það þurfti í raun og verið ekkert að skrifa það sko. En eins og væri hundi verið lóað. Hvað segirðu? Eins og hundi verið lóað. Þetta bara réttlaus vera sem tekin að lífi. Já, þetta var kallað landhreinsun. Það bara og þetta í raun og veru ævaforn aðferð en af því þú ætlaði nú að minnast á byrjunin. Já, því að þú nefndir að það veri dæmt að fólki sko landvist og þá þekkja maður nú úr sögunni meira þess að vera að dæma menn til útlegðar og annað slíkt. Já. Þá mann ekki svo eftir svona aftökum beint. Þótt að menn hafi, að það voru alltaf framkvæmdavaldi var bara ekki til, menn fóru bara með það sjálfur. Á þjóðveldisöld, það var ekkit framkvæmdavald og það voru raunverulegar svona stofnanir í landinu nema það má kannski en nei ekki þroskaðar stofnanir eða fullburða sko aftökur koma í lögum með konungsvaldinu í raun og veru með Jónsbók 1281 og þá kemur orðið útlegð í merkingunni að missa landvist sem sagt að þurfa að rýma land konungs sko og vera þá gjarnan tekin að lífi. En á þjóðveldisöld á Íslandi þá var hægt að dæma menn til í skógang og þá eru menn skóarmenn. Það er
innanlands, þeir eru dæmdir í útlegð innanlands en svo voru menn dæmdir líka til þess að fara af landi brotið ekki? Já, sko, skógangur var bara útskúfun til frambúðar. Já. Og þess vegna ég að tala það en ekki fjörbraugskarð, sko. Og ef að mönnum tókst að komast að landi brott þá sluppu þeir náttúrulega, en ef þeim tókst það ekki, og það er ótrúlega ítarleg lögin skógang og þessa menn sem að hafði verið kastað burt, sko. Á þessum tíma þýðir útlegði á íslensku nefnilega að leggja út pening að borga sekt. En útlegð sem sagt í merkingunni vera brottrækur norsk merking sem kemur ekki fyrir með konungsvaldinu. Þetta var nú bara innskot. En skógangsmennirnir, það mátti drepa þá og átti kannski að drepa það, sennilega hafa langa oftast verið drepnir og maður, sko, ef ég ætla að fara að geta í eyðurnar og segja eitthvað svona rosa spennó sem að ég hef samt ekki nema eitthvað svo mikið fyrir mér í, að þá skil ég lögin frá þjóðveldistímanum þannig að skógangsmaður hann bara, það má ekki hjálpa honum, hann má hvergi vera en það mátti drepa hann, sá sem ætlaði að vega skógangsmann þurfti samt að gera þá ákveðin hátt og hann gat krafist greiðslu fyrir og sá sem hafði sótt mannin til saka upphaflega átti þá borgunum. Ég held að, ég skil þetta svona, ég held að það sé rétt hjá mér en sko, ef maður bara fyrir að hugsa þessa stöðu, þar haldið, sko, þá þetta einhvern veginn líka að það hljóta verða til einhverjir úlfar sem koma bara og hugsa sér gott í klóðarinnar. Sækja þennan pening. Svona bara eins og refaskiptur eða sem að geta sótt. Það hlýtur eiginlega að vera, sko, því að venjulegt fólk ekkert að hlaupa upp á fjöll til þess að verða eða fólk sem á eitthvað eða, þannig að eins og ég segi, ég bara giska á þetta en Þannig að þetta var eins og dauðadómur en bara með senkaðri aftöku. Já, nema það fór ekki fram þessi formlega aftöku. Það er ekki neitt yfirvald sem hefur þetta hlutverk. Þannig ég held að sko það að drepa sakamenn hafi ekki verið nei nýjung þannig séð í augum Íslendinga þegar að konungsvaldið kom, þótt að það væri samt gerbreyting á kerfi náttúrulega og mikið nýtt í því. En það sko ég finn fyrstu heimildirnar eða sem ekki heimildir, það eru annála frásagnir af aftöku sko eru 1331 sem það dálítið löngu eftir 1281 þegar að þetta kemur í lög en ég finn svona, mér minnir að þessu 325 aftökur sem að maður getur litið á að sé einhvern veginn staðfestar á fram til 1792, ég hætti þar sko en svolítið mísamt hver tekin í lífi, þú veist fyrir hvað glæpi og eitthvað svona, þú veist að nokkru leiti, að það svona grunnur, þú veist, morð og þjófnaður alltaf, en þú veist það kemur 325 held ég að ég hafi fundið. Frá hvað, þá 1200 og til 17, til loka? Já, ef við bara í stórum dráttu getur sagt 1300 til 1800. Það er svolítið mikið, það er eiginlega eftir 2 og 3 ára fresti. Já, eftir að fara að reikna þetta út sko og sjá hvaða sveiflur eru í þessu eða hvort maður sér þar og eitthvað sko. En ég meina það er til dæmis tímabil sem er verið að brenna fólk fyrir galdur. Það er tímabil það sem miklu lengra tímabil en samt sem áður tímabil þar sem fólk er tekið af lífi fyrir sko dulsmál að drepa hvítvoðung áður en skýrður. Það eru það tímabil þar sem menn eru teknir að lífi fyrir hór og blóðskömm, þetta er svona en svona, getur sagt morðþjófnaður og tæknilega svona landráð er líka allan tíman eins í og einhver framkvæmdu þetta? Já. Einhver datt fólk og hendið í drekkingarill? Já, og þetta er daldið svona hræðilegt að vera að velta því fyrir sér en sko þetta er, ég er búin að vera stúdur og þú veist hvaða brot,
hvernig fór dómur fram að hvernig verið byggt á lögunum þú veist, þá er alls konar eins og í réttarkerfi mikil áherslu á hvernig skipað í dóm og allt verður að fara eftir réttum lögum, annars bara málaferlin kærð og kannski bara þetta falla sjálf sig sko og alls konar, en í lögunum stendur mjög lítið aftökuna sjálfa, það kemur fram að menn eru sem sagt dræpir fyrir ákveðið og svo segir að sýslumaður eða umboðsmaður konungs á að finna mann til að drepa þjóf til dæmis og það eiga bændur að fylgja honum til dráps og sem vitni þá til þess að hann við sannarlega verið drefin? Ég held að það sé það að þessu annars vegar vitni og hins vegar þetta kannski svona eins og svona móralskur þrýstingur því að þessi bændur sem átt að fylgja til dráps eru náttúrulega þingmennir sjálfur. Það eru menn sem eru sjálfur skipaðir í alls konar dóma og svona, þannig að þeir verða þá kannski líka í leiðina þess að horfast í augu við að hvað það er sem þeir eru að gera sko. Ég ímynda mér það. En lögin eru mjög fáorð þetta og þá kemur að þessu með böðulinn bara hvernig fann umboðsmaður konungsmann til að drepa þjófinn hvort það var bara menn eru sko ekkert að falla frá að látast í þessum lögum skilur, þetta bara stendur bara beinlíns til að drepa skilur og til dráps, það er bara það sem er verið að gera. Og voru það okkur ákveðni menn sem að voru böðlar? Það er nefnilega spurningin sko. Svo fer ég bara fyrir að hugsa með mér, ég ætla að fara að leita að böðlum og ég orðið böðull, þá bara hugsa ég ætla að nota það sem útgangspunkt og bara leita í heimildunum að þessu orði og í náttúrulega leiðinni að ýmsu sem að ég gæti sagt mér eitthvað sko og ég leita að nafngreindum böðlum, einhverjum málum og svona og svo reyni ég að gera þetta svona skipulega og niðurstaðan eiginlega alveg ótrúlega, það til dæmis bara 2 nafngreindir böðlar sem hafa unnið einhverja tiltekna aftöku og annað er sko Jón Arason og synir hans sem er spurning, minna margir segja hún hafi verið án dóms og laga, þannig ef að það er ekki þá er bara einn böðull nafngreindur í samhengi við sko beinlínis aftöku, eina aftöku og ég var svolítið hissa á þessu. Hann alltaf bara Jón og hann sem sagt var gamall og krassaði 30 sinnum þar sem hann var að reyna að höggva höfuðið af Birni Þorleifsinni minni mig 1600 og eitthvað snemma á 17. öld en sko það sagt og bað Björn hann þá að höggva fastar eða? Nei, var það ekki voru það ekki þeir þarna ég man það ekki alveg maður verður svolítið ruglaður það er allavega til sögur á Íslandu það að böðlarnir hafi ekki verið og exirnar hafi ekki verið vel brýndar það er nefnilega en það eru þessi 2 mál nei það var ekki þessi ég man ekki alveg hvernig þetta var með Jón Arason en það er þetta mál og af því urðu afleiðingar það var sem sagt bara yfirvaldið var ámynd fyrir það að hafa valið mann sem var ófærum að gera þetta og þannig að sem sagt það álíka segja manni það að sú saga er ekki dæmigerð svo önnur saga þarna kemur fram að ef hann er ámyndur fyrir að hafa valið þennan gamla mann sem ekki riði við þetta þá er eins og að sé að þeim dæmdi í rétt á að deyja hún mikill sársöka þannig það er svo hann hafi svona smá rétt að þú sagðir áðan að þeir væru eiginlega bara ég veit ekki hvort það er beinlínis hugsa sem hans réttur en sem sagt það er samt skylda að aftakan má ekki fara fram af heift og ekki reiði og sko það má ekki vera neitt í en engar tilfinningar þetta á bara að vera gert svona sko þannig að það segir sko til þess að verða ekki að atlægi það líka náttúrulega niðurlægandi ef að það berst íslenska embættismenn að þeir geti ekki einu sinni valið réttan böðul en svo er önnur frásögn í annálum annan mann dálítið seinna á 17. öldinni sem að hét náttúrulega Jón Síusson eða eitthvað
og hann var þá eruðu til miklar sögur hans aftöku að öxin það hafi undist upp á blaðið og það fundust alls konar eitthvað galdradóti í fötunum hans og skónum hans og svona hitt og þetta og eftir og það kemur fram í annálunum að það hefur verið mikið talað það en sko hann sagði þar stendur líka í einum annálan hafi krassað 30 sinnum og það finnst mér ótrúverðugt ef það verið að nota þetta óvinnilega orðalag, það sama talan eins og í hinu málinu þannig að sko það gæti líka verið að blandast eitthvað saman en ég það sem ég finn einhvern veginn ekkert endilega þannig að maður viti hvað maður á að gera við það sko en það sem að mér finnst samt sko standa upp úr sem einhver svona fræðileg niðurstaða held ég að það var ekki böðulsstarfið var ekki starf það var ekki embætti hann hafði ekkert vald, hann gerði bara það sem honum var sagt að gera og hann fór ekki með neinar bænir eða sko hann var ekki búningi ekki með hettu, þannig að hann var óþækjanlega ég hef engar heimildir hettu en sko það má vera nokkuð viss það að þetta hafi verið kallmenn að jafnaði haft andlega og líkamlega burði til að gera þetta en það eru líka eitt af því sem að maður hefur trúað og hefur sagt, sem sagt, meina ég kannski öllu heldur, að það hefur verið valdir sakamenn í þetta. Það eru heimildir sem sýna það að það var engan veginn ætlun kerfisins og það koma upp mál þar sem sko kært að þessi sakamaður sem eigi að hýða þessa tilteknu konu og eitthvað svo leið sko. Voru þeir líka í því, í hýðingum og það böðl? Það líka notað böðull en ég reynir nú eldast aðalega við hitt aftökur en þegar ég finn eitthvað svona markvert þar sem að orðið böðull kemur við sögu þá hef ég líka skoðað það sko það eru til heimildir það að einhverjir hafi fengið að einhverjir sakamenn hafi samið það að verða böðlar en maður veit svo sem ekkert í hverju það felst sko. Og það hefur verið refsilækkun á móti eða? Það nefnilega alveg greinilegt, það ekki refsilækkun á móti en hins vegar getur verið sko að það sé, og það alveg augljóst líka af heimildunum að það ekki auðvelt að finna böðul alltaf sko, stundum teksta ekki einu sinni var það fresta aftöku á alþingi hugsaði. Ekki eftir svona verið að taka þátt í þessu? Nei, en sá sem að var búin að hljóta dóm og hafði verið refsa, hafði kannski sjálfur verið hýttur eða brennimertur eða eitthvað hann ekki alveg réttlaus en hann samt með skerta stöðu og jafnvel réttindi og þetta langflestir Íslendingar bara eignalausir og allt það. Svoleiðis fólk gat mögulega átt erfitt með að útvega sér starf eða fá vist og það getur verið að fólk í þeirri stöðu hafi kannski sóst eftir því að fá þá einhverjar krónur eða hvað það hét, dali eða spesjur eða hvað það hét fyrir svona verk og það augljóslega sem sagt til að sakamenn sem sagt taki svona að sér en ekki til refsilækkunar og en maður bara veit ekki neitt í hvert sinn þurfti sýslumaðurinn að útvega þennan mann ég vona þeirra vegna að þeir hafi verið oft með einhvern í takinu og hafi ekki þurft að vera að finna nýjan í hvert skipti en ég held líka að það geti alveg verið að þótt að einhver hafi kannski verið til í að hýða fólk með keyri og eitthvað svona að þeir sami maður hafi sagt ég ætla ekki að taka að mér að drekja konum eða brenna fólk á báli eða En hérna nú fólk þessi menn að taka aðra manneskja lífi og ég hef ekki verið að hugsa mikið böðla en svona, þetta með hettun og svona, ég hef skilið það þannig að einhver þarf að gera þetta í samfélaginu en þessu fylgir skömm og jáfnvel útskúfur þess svona að fá þeir þessar nafnleynd sem að felst í því að þeir eru óþekkjalegir með þeir að fremja þetta það er kannski ekki hægt að framkvæma það í fámenninu hér. Ég sé engar vísbendingar að það hefur verið gert hér og ekkert það að þetta hafi verið fyllt mönnum að þeir hafi
drekt 3 konum og hálsökið einn mann. Nei, og þetta náttúrulega dæmigerði hluti sem að rata ekki í formlegar heimildir, skilur, og þannig að það ekkert það en sko maður getur bara ímyndað sér það að þetta sé ekki, það hef ekkert alla langa til að vera vinir þeirra, en í sumum tilvikum var það kannski svoleiðis fyrir ef að það voru dæmdir ofbeldismenn eða þjófar eða eitthvað, sko. Svo líka spurningu sálarheill, þannig að fólk trúað á bóðorðin og þar stendur að maður ekki menja sko máli það vel að fyndi að það til dæmi þetta að það einhver prestur sem að fekk mann, þetta á 17. öld, einhvern strák til þess að taka að sér að vera böðull til þess að einhvern veginn að bæta upp það að hann hafði ekki tekið sakramenti og eitthvað, en þetta bara kært og presturinn dæmdur, þetta náttúrulega bara rugl, þetta má ekkert. Skilur og mönnum sálarheill fyrir að drepa annan mann? Nei, ekki einu sinni hýða annan mann eða eitthvað, skilur, og svo þetta bara, þú veist, pressembættin voru náttúrulega ekki átt ekkert að sjá þessi mál þar fyrir utan og en það maður sér það samt líka á þessum málum að það er form á, sko, kerfið heldur sínu formi, þannig að það hægt að kæra svona, sko, þegar eitthvað vitlaust farið að og þá það tekið fyrir og það komist að niðurstöðu, þú veist, annarkvort má það eða má ekki, sko. Það verður að vera skikk á þessu svona. Já, ég segi bara eins gott. En með sálarheillina, þú hefur ekki dreikist á neitt þar sem að menn að velta þig fyrir sér hvort að það sé á það hættandi að koma í himnaríki og hitta Liklabjötur og segja að maður drepp mann, en sýslumaðurinn hafi sagt mann að gera það, ég ekki Nei, að ég hef ekki séð þetta. Liklabjötur takit mark á því, það ekki Nei, ég hef ekki séð þetta, sko. Þetta er svona sálarglemma böðulsins, eða ekki? Hann að fremja lögformlegt ódæðis. Sko það stendur í lögunum að það, sko, megi syndlaust gera þetta. Já. Sérst að það sé syndlaust, þannig að það eiginlega búið að segja það fyrirfram að þetta sé ekki synd, sko. En sko svo svo margt sem til dæmis eins og í Danmörku, sko, sem bara miklu fjölmennar land og það þéttbýli og þótt að þessi sömu og samskonar löga þá er framkvæmdin, sko, öðruvísi. Hún verður náttúrulega að vera praktísk, skilur. Það voru til dæmis sett lögum það í Danmörku sent á 17. öld, sem gilt á 18. öld, alls konar einhverjar serimóniur í kringum aftökur þar sem átti að, sko, vera klípa fólk með glóandi töngum og ganga með það milli staða á leiðinni að hvað heitir það, aftökustaðnum og þorpsbúar áttu allir að koma út og horfa á og eitthvað svona. Svo liði nú einhver 50 árið eitthvað þangað til að var reynt að setja þessi lög á Íslandi og íslenskir embættismenn sögðu bara við kongið þetta ekki hægt. Nei, ég meina þetta bara, það bara allt og langt á milli staða, það þarf kannski að fara lengri leiðir og fara á skip og alls konar til þess að þetta ritual sem að þau voru búin að búa til gengi, þannig að það var ekki, til dæmis, það bara við vitum að það var aldrei hér. Var kannski reynt að búa það til þegar Agnes og Friðrik voru tekin að lífi, sko, sem löngu eiginlega eftir, þá ekki búið að taka neitt líf á Íslandi lengi og þá voru þau náttúrulega vandræði með að finna böðul, en var að lokum sem sagt bróðir annars Myrtu sem bóðu upp á hefnd trúlega. Já, og það eru fleiri dæmi þetta, en það í raun og veru hefði ekki átt að leyfa það eftir því sem að mér skilst, sko, ef menn hefði vandað sig almennilega. Og það þetta þannig með alla hluti stundum fyrir eitthvað úrskeiðis en maður sem sagfræðingur þá reynir maður að finna regluna, sko, skilja hvernig þetta átt að fungera og hvað það var sem að átti að gera og var verið að gera, og þá skilur maður líka hvers vegna stundum var eitthvað ómögulegt, sko. En svo sko þetta með að orðið böðull, það
kemur ekki inn í íslensku fyrir á 16. öld og það danska og þetta orð á íslensku alveg eins og í dönsku hefur miklu fleiri merkingar heldur en það að vera sá aðali sem tekur menna lífi fyrir þetta var íllmenni og nýðingur já, föyti kannski ekki alveg nýðingur en svona íllmenni föyti það var að fataböðull já, skóböðull og það það sem að ég að því að ég ætla sko, ég nú að fara að flytja fyrir lestur þetta sem líka tengist sko bókmenntum að ég held að við höfum aftökur það svo rosalega margt sem að ég átta mig á bara hugmyndir sem með frá útlöndum, úr bókmenntum og bíómyndum og og þær eru kannski réttar á einhverjum tíma og á einhverjum staðin ekki endilega á Íslandi á 16. og 17. öld sko, 18. öld og á 14. öld var sko fólk kviksett en það verðist hafa hætt Talandu það, má ég spyrja þig því að þú ert að skoða þetta þú lítur að hafa rekist á bara alls konar aðferðir sem eru notaði til þess að drepa fólk það dregt, brent, kviksett hálsakið já svo mögulega líka til bara sko limalát náttúrulega líka til það högnir útlimir af fólki og það nú ekkit mjög líklegt að það hefur lifað það af eða verið ætlast til það sko en svo dæmt til þess að missa hönd eða var það drepið með því að höggva þig alla limina þetta er líka athyglisvert sko að því það sko lögin eru lengst af og oftast en samt með náttúrulega undantekningum segja ekki hvaða aðferð átt að beita við aftöku en þau segja en það sem sagt dómur sem dæmir hvort menn eru sekir að saklýsir kannski dæmdur til útlegðar og dauða en það annað apparat sem sýslumaðurinn eða umboðsmaður konungs sem að ákveður hver refsingin og hann segir böðlunum hvað hann á að gera en það myndast hefðir mjög snemma sko og örugglega bara til frá Noregi frá elstu tíð sko að það þjóruhengdir og hengdir á gálga eða ekki kyrtir jú, sko þetta er sko annað mál sem ég hef mikinn áhuga á það sérst að henging á meðan það tíðkast allan tíman sem það tíðkast á Íslandi þá var henging sagt, sama á kyrking vegna þess að þessi snara sem að við höfum lært að sér til sem með einhverjum svona snúningi sem að heggur niður á banakringluna og eitthvað svona. Þetta víst bara eitthvað sem kappójar fundu upp á síðara hluta 19. aldar, skilur þannig að menn voru í raunverulega hengdir upp og þetta það var verið að kyrkingin var það sama og bara hengdir upp. En það kyrkingur ég ætla að sé á Spáni hafi verið þessi lengi kyrking og þá það sko spýta sem snúið aftan já, en þetta, það sem ég að reyna að segja bara þetta var kallað kyrking líka skilur það bara, mann litu á henginguna sem kyrkingu, menn voru hengtir upp og þá kyrtust þeir þetta er náttúrulega svo óhugnulegt að það liggur við, maður þurfa að vera með trigger warning en sko þetta náttúrulega Þetta sendt út á kvöldi þannig að börn eiga að vera að fara inn að sofa. Já, en sko þeir eru, og það ekki að sjá heldur að það sé, núna var ég að segja sko áðan hverju eru valdir í þetta og það verður að vera einhver sem maður getur rettað þessum hlutum. Skilur, hann verður að geta útbúið stað, sko þeir hafa sjálfsagt einhvern tíma verið smíðaðir svona gálgar en svo virðist það ekkit endilega hafa verið en það verður að vera einhver sem kann að skrúa og festa og getur útvega skilur þannig að verkmaður. En það sem ég ætla að segja áðan var í sambandi við skáldsögurnar og svona að frægasti böðull Íslandssögunar Sigurður Snorrason sem Jón Hreggviðsson var dæmdur til að drepa fyrir að drepa já. og
Íslandsklukkunni sem sagt þetta mál notað. Var hann böðull eða kallaði Jónan bara böðull? Böðullin, böðulls heitið það er enginn í heimildunum eins oft, bara í íslenskri bókmenningu kallaður eins oft böðull eins og þessi maður. Það hins vegar ekkert sem bendir til þess að hann hafi verið böðull, en ég sé ekki betur en að alltaf þegar hann kallaður böðull, þá sé það komið beint eða óbeint frá Jóni Hreggviðssyni sjálfum. Og ég held hann hafi bara verið að kalla hann óþokka og reyna að gera lítið úr því að hann hafi dáið, sko. En hvort hann drap hann eða ekki, það nefnilega í alvörinni líka, skilur, var allan tíman svona, ekkert alveg ljóst að það hefði átt að dæma Jón fyrir það, en þessir menn, hann og Sigurður, það bendir flest til að þetta hafi ekkert verið neitt sérstaklega penir gæjar, skilur við. Og Jón leggur svolítið áherslu á það með því að kalla hann alltaf böðull, þannig að til ótrúlega miklar heimildir Jón, sko. Og hann vildi festa þetta við hann. Og þannig að, já, og hann til dæmis hitti Jón ekki. Jón var eins og hittur og þá var Sigurður löngu dáinn, sko. Hann látin gera það í Íslandsklukkunni og þá hann látin vera í sko hempu og fara með bænir og gera alls konar og hafa vald yfir Jóni, hann lætur hann fyrst sko vinna fyrir sig, sko, áður en hann þetta passar ekki við það sem að nei, þetta passar nefnilega ekki, sko. Þetta getur verið tilheyrt einhverju miðevrópsku mögulega, ég held samt að Böðull hafi aldrei haft þetta vald, ekki haft vald til að segja mannum fyrir verkum. Eitt sem Böðull gat þýtt, það gat þýtt smali, þannig að maður kallaði Böðull þá gæti hann hafi verið smali. En ég held að það hafi líka þeir menninir sem að unnu við að það er til sko kemur stundum fyrir orðið Bessastaða Böðull eða Böðullin á Bessastöðum. Langan tíma voru sakamenn hafðir í gæsluvarðhaldi á Bessastöðum. Það var ekki refsifangelsi og ég held að böðlarnir á Bessastöðum hafi verið fangaverðir. Sem að kannski hafa séðum aftökur ef að á þurfti að halda. Já, sko, það var ekkert verið að taka fólk að lífa á Bessastöðum, þannig að það er ekki beint samhengi, skilur. En ef að hins vegar það gæti verið að það væru menn litu svo á að Böðullinn á Bessastöðunum væri nóg mikil skítall til að vilja gera þetta svo þegar sýslumenn hafa kannski haft samband við hann, sko. Og það er til ein heimild þar sem að er sagt, tekið fram að Böðullinn á Bessastöðum hafi framkvæmt einhverja tiltekna aftöku en hann var ekki, viðkomandi var ekkert aftekina á Bessastöðum, skilur, en þá kannski bara eiginlega verið eins og nafngreina Böðull með því að segja að það hefur verið fenginn maður þaðan, sko. Ég ætla að spyrja þið aftur aftökunar, kyrking sem var eins og henging. Já. Kviksetning á 14. öld er konumdrekt eftir aðalega sem sagt eftir að stóri dómur kemur, þá er konumdrekt en stundum var fólki drekt, það var konudrekt í öðru samhengi sem hafiði drekt barninu sínu, þá var henni drekt til þess að láta hana sko refsa með sama hætti og hún hafði, drekking, já. Og limlesting? Já, limlestingar eru stundum bara með ef glæpirnir eru sérlega grófir og hræðilegir, þá eru limlestingar og mennur limmarður og högnir og alls konar og líkin hengt upp eins og stundum sett í þá aldrei einu lagi, sko, stundum sett og höfuðið og hendurnar og eitthvað svona hengt upp og þetta er ekki og svo er náttúrulega hálshögnir menn. Svo er hálshögg sem er bara algengast fyrir morð og svona ég ætlaði næstum því að segja svona kallmannlega glæp. Já. En svo þegar við komum nær okkur í tíma, kannski út fyrir það tíma sem þú ert að skoða, þá er verið að senda menn utan til þess að því þá er eins og það sé enginn á Íslandi sem að
Það á til dæmis við Bjarna á 700 sem var sendur til Noregs. Já, ég sko... Finnast þá ekki menn á Íslandi til þess að gera þetta? Ég veit ekki annað dæmi. Þetta einu dæmið. Þá alveg orðið sko 1805 minni mig þegar hann sendur út. Og þá hafði verið sko erfileikar að finna böðul, það var nú samt búið að finna einhvern sko sem hafði löngu áður tekið af einhvern í Skagafirðið eitthvað. En það eru fleiri hluti sem ég þekki ekki alveg nógu vel. Ég held að yfirvaldið þá líka bara einhvern veginn að jafnvel að komast á skoðun og það ætti bara að koma á því kerfi að menn séu færðir úr landi sko til þess. En svo eru bara svo eru síðasta aftakan í svona samfelldri sögu 1792 og síðan eru þessi mál þarna með Bjarna, hún Steinunn deyr og hann sendur út og svo líða bara 40 ár þangað til að Agnes og Friðrik eru tekin af þarna með hálshöggi eftir í einhvers konar athöfn sem virðist vera svona eins og eftirlíkinga af því sem að stóð í lögunum ætti að gera í Danmörku en Íslendingar höfðu aldrei gert áður, þannig hún eiginlega svona daldið af öðrum toga heldur en Íslendingar voru eiginlega hættir að gera þetta þegar... En á hverju takkar þetta upp? Þótti glæpur eins og hryllilegur? Ég rannsaka það ekki, en þetta var náttúrulega óvennilega hræðilegur glæpur, sko. Hann var svo svakalegur að það... ég get ekki séð að það hafi verið sko neinn ástæða til þess að vera efast að þeirra upp á staðið að það ætti að þau verðskulduðu döðadóm og okkur það var ekki sendt í burtu, ég veit það eiginlega ekki, en þetta var alveg sérlega sko hryllilegur glæpur. En þína rannsóknir eru réttindi fólks. Þá hefur líklega meiri áhuga á þeim sem eru dæmdir til dauða heldur en þeim sem að fremja. Já. Því að það er verið að náttúrulega dæma fólki réttind til þess að vera á lífi. Það er ekki að það ganga lengra. Takk fyrir að vekja athygli á þessu, það er náttúrulega einmitt þannig því að ég hef ekkert þennan morbid áhuga sem að fólk gæti kannski haldið að ég hefði þegar ég er að skoða þetta. En að sumu leyti þá held ég að það sé líka ágætt að aðilinn sem rannsakar svona hafi raunverulega ekki áhuga á því því ég segi svona að því að ég sekk mér ekkert onni þetta sko onni þú veist onni smáatriðin að öðru leiti en því sem að er bara svona praktist þarf að svara sem til dæmis hefur leitt með þeirri niðurstöðu að það hlýtur að hafa verið líka hluti af böðulsverkinu að grafa líkið. Skilurðu það? Einhver hlýtur að hafa gert það og ef það verið að kaupa einhvern kall til að gera þetta þá myndi ég allavega að láta hann gera það líka. Það var nú dísjöð, það var ekki brent grafið. Þetta var fólk sem hafði líka mist réttin á því að liggja víður í mold. Já, það var ekki sungið yfir því og það var ekki víður mold og svona og það voru alveg skilir fyrir því hvar þurft að grafa sko, eða hvað mátti gera við aftekinn mann sem sagt líkið af honum en sem sagt reglan var svo að það var grafið en það má alveg kannski kalla það einhverjum hinum og þessum nöfnum sko. Sverrir konungur setti lögum það að það ætti að grafa lík aftekina manna í bara á seinni hluta 13. aldar sko. Fram að því sko eru vísbendingar það að normenn hafi til dæmis bara látið menn hanga í kálka sko. En það hefur ekki verið gert sko. Nei. En ástæðan fyrir að fólk er dæmt, það er náttúrulega margt fólk þarna sem var dæmt fyrir eitthvað sem að vera ekki svona refsing við í dag. Eða hvað? Já, þessu skrítið þegar maður er búin að vera svona lengi onni í þessu, þá er ég fann að hugsa svo allt öðru sig þetta heldur en því að hugsa svo miðaldamanniska. Já, kannski, ég veit það ekki. Nei, ég galdrar til dæmis það má galdra. Galdrar, sko, ef maður hugsa galdrar alveg í stóra samhenginu, þá eru galdrar sko líka falsfréttir. Skilur það er að
Sitt á kvitt svona. Ég bara alls konar skilur það má galdra og það má selja alls konar efni og kalla það fæðubótarefni og eitthvað og enginn veit hvað er í því og svona. Það má í dag. En það má ekki sko gefa fólki eitur eða skera þau upp eða eitthvað án þess að kunna tilverka. Þannig að sko það er í stóra samhenginu þá er þetta líka sem fellur undir galdra, skilur hvað ég meina. Og þannig að ég held að flestir þessir sakaflokkar eru nefnilega þannig að þeir eru ekki alveg horfnir, ekki eins mikið eins og við kannski heldum að þeir væru, en þetta er alltaf spurningum sem sagt hvernig eru þeir skilgreindir og það er hugmyndafræðilegt sko. Þá fyrir að skipta máli, þú veist, kemur það úr þessari átt eða hinni átt, að því löggjafinn hefur aldrei verið frjáls sko, ekki allavega síðan Íslendingar tóku kristni, þá hefur hann alltaf verið bundinn af einhverju þegar hann er að setja lög sko, einhverju hugmyndafræði, einhverju stofnun, einhverju bara alveg svo nú gerum við alþjóðasamninga og svona. Og Íslendingar gerðu til dæmis eða Noregs konungur og Íslendingar gengust inn að þá 13. öld sko, bara samning við Rómakirkjuna og þannig að sem sagt það er lærdómurinn, fræði, mennskan, vísindin sem að liggjað baki því sem að ráða því síðan hvernig lögin, maður getur ekkert sagt hvað sem er sko, eða sett hvað sem er í lög. Alveg eins og bara við erum með Evrópusambandi núna, við erum bundin því, við erum með samninga þar við viljum vera hluti þessum heimi og þá getum við ekki sett lög sem er algjörlega á skjön við það. Ef við gerum það, þá verðum við eins og villutrúamennirnir á miðöldum og þá bara förum við og tilheyrum einhverjum öðrum heimi, þá verðum við ekki lengur með. Og þetta er búið að vera við líði miklu, miklu lengur heldur en ég held að við horfumst venjulega í augu við sko og segjum til dæmis glæpirnir sem að stóri dómur sem er settur eftir síðaskipti og er löggjöfum sem gerir það verkum að fólk sem að hafði brotið af sér og hafði í alvörinu verið fundið sekt hór eða alvarlega hór er framhjáhald eða alvarlega blóðskömm sem er að sofa hjá einhverjum skildum ættingja. Það var eftir að stóri dómur kom til þá farið að taka þetta fólk að lífi. Það var ekki gert fyrir áður en stóri dómur kom. Þetta er skilgreiningaratrið, þetta er svona hugmyndafræðileg afstaða sem að ræður því hvort að manni finnst að þetta fólk eigi að njóta ákveðnar sérstöðu meðal glæpamanni eða hvort það eigi bara refsa þeim svo öðrum glæpamannum, skilurðu. Þessar sakir eru meira og minna en refsiverðar í lögum bara undir öðrum formerkjum. Ekki undir þeim formerkjum að Guð banni það, heldur sem sagt, nú segjum við ef að maður sefur hjá dóttur sinni þá hlýtur hann að hafa beitt hana ofbeldi og hann er þá segur alvarlega glæp en munurinn er nú sko að sem sagt, nú er ekki gefið eiginlega séns á því að hún sé líka seg kannski, ég veit það ekki. En svo er til dæmis bara systkini meg ekki svo saman og það eru engin sérstök rök fyrir því önnur heldur en það að okkur finnst það bara viðbjóðslegt. Það er heldur ekki viðurlög við því eða? Það er allavega langt síðan einhver hefur verið. Jú, það held ég nú frekar ekki, en mér minnir það að komið upp máli í Danmörku fyrir ekki svo allöku að en sko þannig það sem ég er að segja er að það eru rosalega miklar breytingar og þau geta haft verið upp á líf og dauða fyrir einstaklinga en bæði í skilgreiningu og glæp og aðferðum við að refsa fyrir það eða viðurlögunum sem er beitt en og til að segja að það hefur minna breyst heldur en það er svona eitthvað sem er sko, það er ekki lengur tekið af lífi fyrir þjófnað, það er löngu hægt en það var alveg bara eitt af aðalmálunum sko
Já, þetta hefur ótrúlega margar hliður og gaman að sko reyna að ganga í hringin og horfa á það. Ég ætla að spyrja það eitt í viðbót. Rannsóknin sem að liggur á baki dómana. Já. Ég man ekki alveg hverjar svona áætlaðar tölur eru í Bandaríkjunum, hvað eru margir sem eru á dauðadeild og eru líklega saklausir. Ég held að slagi upp í 10% allavega. Þannig það verður allavega 350. Við getum gangið miða við nútíma rannsóknir og nútíma réttarfara, þá getum við gert ráð fyrir allavega 35 að þessum hafi verið bara saklausir af því sem voru dæmdi fyrir. En hvernig skoðar það? Hvernig var hversu gaumgæfilega þetta var rannsakað? Nei, ég geri það ekki og ég veit ekki hvort það eru forsendur fyrir því, sko, stundum sér maður dóma sem að maður hugsa þetta nú meira rugli, sko, og það til dæmis, það náttúrulega eitt frægur dómur sem að sko, blóðskamar dómur, feðgin, þar sem að hún segir að hann hafi nauðgað henni en hún samt dæmd til dauða sem að ég held bara, þú veist, öllum hafi alla tíð þótt bara að vera alveg fráleitt en það var samt þannig, sko, og kóngurinn staðfesti þann dóm og þannig að það svona málið með Jón Hreggviðsson það hann var bara dæmdur á líkum, sko, það ekki eins og víst að maðurinn hafi verið myrtur sem hann var dæmdur fyrir að myrða, sko og hann að lokum náðaður, það endar með því þannig að sko, nei, en ég fer ekki honni í þær forsendur en ég vona að mínar rannsóknir, sko, það sem að ég sé af þessum kerfum og hvernig þetta fungerar að það geti verið hjálpað einhverjum sem ætlar til dæmis að rannsaka þess að setna að hann skilji þá kannski einhverju leiti betur inn í hvaða kerfi þetta allt saman, sko, og þá ég ætla að segja áðan að ég held að sé að fólki þykir það fróðlegt, mér finnst það allavega mjög fróðlegt að sko, við erum að tala um þess að stóradómsglæpi og sifjaspell sem að þýða annað núna í lögum heldur en þau gerði þá og eitthvað svona en sko hugtakið kynferðisbrot. Hvenær heldur þú? Viltu giska á hvenær það kom til sögunar? Kynferðisbrot. Ég þori ekki að giska. 1994. Já, hugtaki bara ekki, en það var til náttúrulega nauðgun og en það akkurat þetta, skilur við, þegar maður að lesa þessar heimildir og skoða þá verður maður að vita í hvað hugmyndakerfi maður og hvað lagakerfi á hverjum tíma að bara sko það að hugsa með sér, mig langar til þess að skoða kynferðisbrot á 17. öld. Það ekki neitt. Já, þá maður bara, þú veist, það strax út af fyrir sig eitthvað sko problematíst, sko, maður verður þá einhvern veginn að laga sig að því og til dæmis lög á fyrri tíð nauðgun, þau voru allt annars staðar í kerfinu heldur en blóðskamabrotin, sko. Það voru ekki sömu embætti, voru ekki sömu lög, bækur, sko. Og það var ekki sömu embætti og þú veist, þau voru bara algjörlega að sitta hvorum endanum og þetta finnst manni það þarf svolítið aðlögun í höfðinu á manni til þess að skilja þetta einhvern veginn, sko, og fara að taka alvörinni mark á því og hugsa þannig en það líka það sem skemmtilegt finnst mér, sko. Já, Herðu Lára, við lögðum að staða að leita að böðlum og voru náttúrulega að skoða aftökur og glæpi og refsingu á langa tíma. Takk fyrir að koma hérna við rauðaborðið og spjalla við okkur. Takk fyrir búið. Ég ætla að þakka Láru og öllum gestum okkar í kvöld kærlega fyrir og ykkur sem hafi staldrað við og hlustað og eins og vanalega þá bendi ykkur á að þið geti hjálpa okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðunar sem gert með því að læka síðurnar okkur á Facebook og YouTube, líka með því að dreifa efninu því sem að þið ykkur líkar. En þið sem að viljið hjálpa okkur að byggja upp samstöðuna geti gert það með því að ganga í Alþýðufélagið, það gert inn á samstöðum.is, það hnappur sem heitir skráning. Alþýðufélagið eigandi samstöðunar, þannig að þeir sem eru áskrifundur eru jafnframt eigendur að samstöðunni. En ég þakka kærlega fyrir í kvöld og segi góða nótt.